Afsakið smá tæknilegir örðugleikar. Við byrjum bara upp á nýtt. Byggðaráðstefnan 2021, menntun án staðsetningar, er fjórða ráðstefnan sem Byggðastofnun stendur að í samstarfi við Samband sveitarfélaga og landshlutasamtökin, ásamt í sveitarfélagi þar sem ráðstefnan er haldin hverju sinni. Hver ráðstefna hefur sitt meginþema. Yfirskrift fyrstu ráðstefnunnar sem haldin var á Patreksfirði haustið 2014 var Sókn sjávarbyggða, hver er framtíðin, koma konurnar. Önnur ráðstefnan sem haldin var á Breiðdalsvík haustið 2016 bar yfirskriftina Sókn landsbyggða, kemur unga fólkið, hvar liggja tækifærin. Og svo þriðja sem var haldin í Stykkishólmi haustið 2018 bar heitið Byggðaþróun og umhverfismál, hvernig getur blómleg byggð og náttúruvernd farið saman. Segja má að þessar yfirskriftir séu eins konar rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara hverju sinni og sú sem að hér verður varpað fram er menntun án staðsetningar. Tilgangur með byggðaráðstefnunum er að tengja saman fræðilega og hagnýta þekkingu á byggðaþróun með það að markmiði að stuðla að sjálfbærri þróun byggðar allt land. Ráðstefnunar eru vettvangur fólks úr háskólum, stjórnsýslu, sveitarstjórnum, stjórnkerfinu, skólakerfinu og annarra sem áhuga hafa á byggðaþróun og menntamálum. Leitast er við að ná fram ólíkum sjónarmiðum þeirra sem vinna að rannsóknum og stefnumótun á vettvangi byggðamála með áherslu á tiltekinn málaflokk hverju sinni og að þessu sinni eru það menntamál. Byggðaráðstefnurnar hafa verið haldnar annað hvert ár. Ráðstefnan núna hefði því átt að vera fyrir ári síðan, en svolítið kom upp á árið 2020 sem var til þess að það varð að fresta ráðstefnunni og var það reynda gert í tvígang, fyrst fram í apríl 2021 og þá aftur þar til nú. Vegna óvissunnar en jafnframt löngunar undirbúningshóps þessar ráðstefnu til að hún gæti orðið að veruleika var ákveðið að við hart færi yrði ráðstefnan alfarið rafræn, bæði erindi og önnur þáttaka í samkomunni. Það hefði út af fyrir sig ekki verið í ósamræmi við áherslur þessarar ráðstefnu. Undanfarið 1,5 ár hafa orðið stórstígar breytingar í þá veru að fjarfundir og fjarráðstefnur eru orðin daglegt brauð. Nú er á alvöru farið að ræða möguleika á alls konar fjarþjónustu í skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu og eflaust víðar. Meðan verið var að skipuleggja og undirbúa þessa ráðstefnu, breyttist umhverfið í sífellu og fljótlega var ljóst að áhersla yrði lögð á þá möguleika sem að ný tækni er að opna, jafnframt í að skoða áhrif COVID-19 á skólakerfið. Umfjöllunarefni byggðaráðstefnunnar, menntun án staðsetningar eru margvísleg og verður skipt upp í 4 meginflokka. Þeir snerta gæði skólastarfs, fjarnám og gildi þess, nám í heimabyggð og framtíðarþróun í menntamálum. Flutt verða 16 erindi afar fjölbreytt að efni og fyrirlesarar komu flestir frá háskólum, stofnunum eða sveitarfélögum. Það er von skipuleggjenda að það samtal sem að hér mun fara fram bæði af hálfu fyrirlesara og í almennum umræðum veki fólk til umhugsunar stöðu og framtíð menntamála í landsbyggðunum og ekki síst í hinum dreifðu byggðum. Hér verða mörg áhugaverð málefni sem snerta menntamál til umfjöllunar. Hvernig sveitarfélagið Hornafjörður í samstarfi við Háskóla Íslands hefur nálgast viðfangsefni starfsþróun kennara og starfsfólks í grunnskólum, skólaþjónusta sveitarfélaga við leik- og grunnskóla, leiðir til að bæta þjónustu menntamálastofnunar við skólana út landið, reynslu á notkun spjaldtölva í grunnskóla á tímum faraldursins, nýting tækni til að auka tækifæri nemenda og jafna aðbúnað, fjarkennsla raungreina, hvaða áhrif aukin menntun hefur á búsetu, stöðu og hlutverk þekkingarsetra, nýjung í menntun hjúkrunarfræðinga við Háskólann á Akureyri, hvernig FabLab-smiðjur geta eflt áhuga á færni í raun, verk og tæknigreinum og síðast en ekki síst veltum við fyrir okkur menntun án staðsetningar með skóla í skýjum. Undanfarið hefur verið unnið að skilgreiningu opinberra grunnþjónustu af hálfu Byggðastofnunar. Þetta er verkefni á byggðaáætlun 2018–2024 sem kallast skilgreiningu opinberra þjónustu og jöfnun aðgengis. Þar kemur fram það markmið að íbúar landsins óháð búsetu hafi jafnt aðgengi að opinberri grunnþjónustu með bættum aðstæðum og tæknilausnum. Í tillögunni eru taldir upp þættir eins og heilbrigðismál, menntun, löggæsla og samgöngur og fjarskipti. Menntamáli vega þetta þungt og það fékk starfshópurinn staðfest á fundu sínum með landshlutasamtökunum og fleirum víða land. Starfshópurinn í þessu verkefni lagði fram nokkrar tillögur til ráðherra vegna COVID, þar á meðal tillögum úrbætur í menntamáli sem byggði bæði á viðræðum sem framfóru á áðurnefndum fundum og góðu samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og menntamálaráðuneyti. Tillögur í menntamálum voru 2. Annars vegar dreifnám fyrir framhaldsskólanema sem byggði á tæknilausnum og fjarnámi, þannig að nemendur gætu stundað nám í heimabyggð fyrsta skólaárið.
Hins vegar tillaga réttindi skólabarna í skólaakstri, en reglur skólaakstur eru ekki nægilega skýrar og því þarf að leggja til hámarkstíma í akstri með réttindi barna að leiðarljósi. Þótt þessar tillögur hafi ekki enn orðið að veruleika, þá munu þær lifa áfram þegar og ef verkefnið heldur áfram með endurskoðaðri og vonandi samþykktri byggðaáætlun þegar þing tekur til starfa á ný. Þess má geta að nýverið voru drög að skilgreiningu grunnþjónustu lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda. Að undirbúningi þessar ráðstefnu hafa komið auk Byggðastofnunar, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Háskólafélag Suðurlands og Mýrdalshreppur og vil ég þakka þessum aðilum kærlega fyrir gott samstarf við undirbúning ráðstefnunnar. Ég segi því Byggðaráðstefnu 2021 setta og bið Ágúst Sigurðsson að koma hér og taka við stjórn hennar og kynna efni hennar nánar. Ágúst, gjörðu svo vel. Kæru ráðstefnugestir, Ágúst heiti ég Sigurðsson, sveitarstjóri Rangárþings Ytra. Gaman að fá að vera hér með ykkur og mikill heiður að fá að taka þátt í þessari merku ráðstefnu sem hér stendur fyrir dyrum, menntun án staðsetningar. Við vitum það að líf okkar hefur breyst ákaflega mikið í gegnum þessa tíma núna sem þarf ekki að nefna hvað heita sérstaklega, en við erum orðin fullbífæri í að halda alls konar fundi og vera á ráðstefnum saman og stunda nám á þess að það skipti öllu máli hvar við erum staðsett. Það var nú gaman að keyra hérna austur áðan, dálítið hvasst, bara skemmtilegt eins og enn og oft hérna á Suðurlandi, og ég naut þess mjög, en var reyndar komin í tímaþröng vegna þess að ég var í slagtogi með þó nokkur af túristum sem voru á sömu leið og ég og fóru hægt yfir. Og ég held að þeir hafi eftir, ég skaust nú fram úr þeim svona nokkrum, og mér sýndist á svipnum að þeir væru að velta fyrir sér hvort að þetta yrði akstur án staðsetningar eða hvað. En ég held að þetta muni allt saman engu að síður ganga vel hjá þessum ágætu túristum því þetta nú ekkert hvasst. Kæru félagar, fyrir okkur liggur mikil dagskrá í dag í 2 þemum, en áður en kemur að því að þá ætla að taka til máls hér annars vegar Þorbjörg Gísladóttir, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, og eftir henni Guðrún Hafsteinsdóttir, 1. þingmaður Suðurkjördæmis. En gjörðu svo vel, Þorbjörg Gísladóttir. Komið sæl og velkomin í Mýrdalshrepp. Það svo sannarlega ánægjulegt að byggðaráðstefna sé að þessu sinni haldin í Mýrdalshreppi og að veðri leiki ekki við okkur í dag. En ég vona þó að þið eftir að njóta dvalarinnar í fallegu umhverfi alls þess sem Víkin hefur upp á að bjóða. Fyrir ykkur sem ekki eru búin að googla allt Mýrdalshrepp áður en komið hingað, þá ætla ég að nota tækifærið í þess máli mínu að fjalla nokkrar staðreyndir sem tengja sveitarfélaginu. En mig langar að byrja á því að vitna í svona óopinberan þjóðsöng Mýrdalinga sem heitir Minningar Mýrdal eftir þá bræður Auðbert og Hróbert Vigfússyni. Ljóðið lýsir Víkinu svo vel og þeim hug sem Mýrdalingar bera til hennar. Og það hljómar svona. Í dal milli dimmgrænna, ekki það ég ætla að fara að syngja, hann hljóðar svona ætla ég að segja. Í dal milli dimmgrænna fjalla dreifast húsin hlíðar og stalla. Þetta þorpið í Vík, þar fegurð rík og minn höfuðstað helst vil ég kalla. Vík syðsta þorp landsins og hið eina á landinu sem stendur við sjó en án hafnar. Sjálf ég aðflutt og hefur lengst af búið við sjó og ég verð að segja að ég sakna hafnarinnar, en í staðinn skartar Víkin að dásamlegri strönd sem mikið aðdráttarafl hefur fyrir ferðamenn. Mýrdalshreppur varð til við sameiningu Dyrhólahrepps og Hvammshrepps í ársbyrjun 1984. Sveitin sundur skorin af tignarlegum fjöllum og hálsum sem grípa augað leið og komið inn fyrir sveitarfélagsmörkin. Mörk sveitarfélagsins eru við Jökulsá og Sólheimasandi í vestri og það það sem langþráða brúaframkvæmdir að fara fram núna og sjást ekki fara fram hjá neinu sem kom úr þeirri átt. Og svo hins vegar við Blautukvísl sem hérna rétt austan við Kjöllushöfða
bara alls ekki hérna langt frá, þannig þið sjáu það að við erum landlítið sveitarfélag en kannski ríkar af gæðum fyrir vikið. Sveitarfélagið og landið í heildina 740 ferkilometrar, 760 ferkilometrar, en íbúar eru 780, það svona rétt tæpur ferkilometra á mann, en það kannski það merkilega við þetta hérna allt saman að okkur hefur fjölgað síðan 2015 helming. Ég held að það hljóti nú að vera einhvers konar með alls konar vaxtarverkjum eins og má gera ráð fyrir. Mýrdalsjökull og eldstöðin Katla sem einn stærsta og virkasta eldstöð landsins með stórri öskju 100 kílómetra undir Mýrdalsjökli eru þekktustu kennileiti svæðisins. Katla talin hafa gosið síðast 1918 og eru margir sem telja að Katla sé komin á tíma. Íbúar sveitarfélagsins eru oft spurðir að því hvort þeir hafi ekki áhyggjur af því að hún muni gjósa. Við vitum af því og við erum undir það búum okkur undir það versta en vonum það besta. En alla jafna held ég að íbúar séu ekki mjög uppteknir af þessu. Þetta ekki efst í huga okkur alla daga. Og finnst okkur svona kannski þeir sem ekki búa hérna vera uppteknir af því heldur en við sjálf. Við vitum að okkar færustu sérfræðingar fylgjast grannt með og munum láta okkur vita með einhverjum fyrirvara fara hún að bæra á sér. Í Mýrdalshreppi talað að Katla muni koma í þeim skilningi að hún sé að fara að gjósa. Fleiri sérkennilega orðatiltæki eru notuð í kringum Kötlu. Eitt af því þegar talað að senn brytti á barða. Það orðatiltæki sem viðhaft þegar talið að Kötlu nálgist. Til þjóðsaga sem segir frá matselinu okkur sem þótti forn í skapi og talin rammgöldrótt. Hún hét Katla. Á sama bæ bjó sauðamaður nokkur sem hét Barði. Sagt að hann hafi stolið brók af Kötlu. Katla brást hinn versta við og kæfði Barða fyrir vikið í sýrukari og augljóst að skaftfellska konur hafa nú ekki látið bjóða sig hvað sem af þessari sögu. En þegar leið á vetur og sýran fór að þrotna í kerinu heyrðist Katla muldra, senn bryttir á Barða. Og vissi hún sem var að þá kæmist upp millvirkjannar. Tók hún þá brók sína og hélt í jökuls. Skömmu síðar kom hlaup mikið úr jöklunum og komst sá trúnaður á að fjölgengi Kötlu hefði komið hlaupin á stað. Þetta var þá og skemmtileg þjóðsaga. Í dag vitum við betur og treystum á vísindin og starfsmenn Veðurstofunnar. Mýrdalshreppur að mörgu leyti óvenjulegt sveitarfélag og ber þá kannski fyrst að nefna íbúasamsetninguna. En eins og kannski margir vita, þá að minnsta kosti 40% íbúa af erlendu bergi brotin sem felur í sig bæði tækifæri og áskoranir. Áskoranir felast meðal annars í því að mjög margir af okkar erlendu íbúum búa fjölbreyttri og gagnlegri menntun sem þeim gengur illa að nýta sér til framdráttar. Bæði þá tungumálið hindrun og svo skortur á tengslaneti og fyrsta tækifærinu. Á þessu þurfum við að vinna því landsbyggðin þarf svo sannarlega á því að halda að geta nýtt þá menntun sem íbúarnir búa yfir. Eins og ég sagði þá þetta ein af áskorunum og ásamt mörgum öðrum. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkar litla samfélag og að allir íbúar séu virkir þáttakendur. Það gerist ekki að sjálfu sér og það hætt á því að hópar einangrist sé ekkert að gert. Ævintýraleg uppbygging og umbreyting hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á síðastliðnum 6 árum. Á þessum stutta tíma hefur það færst frá því að vera fámennt sveitarfélag í verulegri varnarbaráttu í það sveitarfélag þar sem íbúafjölgun hefur verið hvað mest á undanförnum árum og eitt mest heimsótta sveitarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Ekki einungis hefur verið mikil uppbygging á íbúðarhúsnæði, heldur hefur uppbygging gististaða og veitingastaða verið áberandi sem endurspeglast í að 1/4 allra gistirýma á Suðurlandi í Mýrdalshreppi. Það ekki síst athyglivert þegar litið til þess hversu landlítið sveitarfélagið og fámennt. Það því óhætt að segja að nánast allur rekstur að undanskildum opinberum stofnunum og 8 sveitabílum séu upp á ferðaþjónustu komin beint eða óbeint. Það var því ekki bjart yfir þegar afleiðingar COVID fóru að koma í ljós í mars 2020. Bærinn sem alla jafna iðar að mannlífi tæmdist á örfáum dögum. Atvinnuleysi fór í hæstu hæðir og spá 30% samdrátt í staðgreiðslutekjum lá fyrir. Já, útlitið var svart þessa fyrstu mánuði, en í dag fjölgar þeim sem heimsækja okkur hratt og örugglega og fyrir það erum við þakklát. Vík líka vel markaðssett og við trúðum því þegar verst leit út
að leið og ferðamenn færu að streyma til landsins þá fengjum við stóran hluta þeirra aftur til okkar. Eins eru Íslendingar búin að uppgötva að Vík meira en Víkurskáli. Og það gerði gæfumuninn fyrir mörg ferðaþjónustufyrirtæki á meðan landið var lokað. Nú lífið að færast í eðlilegt ástand og mikill hugur í bæði íbúum og rekstraraðilum. Allar raunir eru lærdómur sem í sumum tilfellum við gætum alveg verið á. En eitt af því sem við tökum með okkur frá þeirri reynslu sem faraldurinn færði okkur að menntun getur verið án staðsetningar. Menntun getur verið í skýinu. Það á ekki að skipta máli í flestum tilfellum hvort þú býrð á höfuðborgarsvæðinu eða í dreifbýlinu. Jafnt framboð af menntun getur staðið öllum landsmönnum til boða sé vilji fyrir því hjá þar til bærum yfirvöldum. Ég veit að í dag verður gott framboð af athyglisverðum fyrirlesturum sem án efa renna frekari stoðum undir mikilvægi þess að landsmenn allir hafi jöfn tækifæri til fjölbreyttrar menntunar. Annars vona ég að þið séuð einhvers vísar Mýrdalshreppi og njótið dvalarinnar. Eins vonast ég til að sjá ykkur sem flest seinna í dag í móttöku í boði Mýrdalshrepps. Móttakan kannski svolítið, hún á öðruvísi stað, hún fer fram í Skaftfellingsskemmu sem safn sem svo nafnið gefur til kynna staðsett í óupphittaðri skemmu til að varðveita bátskrokk sem okkur mjög kær Skaftfellingum og þeir sem mæti fá að vita meira Þannig ég hvet ykkur til þess að mæta í hlýjum yfirhöfnum. Annars þakka ég bara fyrir mig og vona að þið eigið ánægjulega daga hér. Takk. Kæra þakkir Þorbjörg fyrir góð orð og fróðleg. Það sannarlega spennandi hlutverk að vera sveitarstjóri í Vík. Hlýtur að vera það. Allt að gerast og margar spennandi áskoranir sem að fólk hér þarf fólk hér stendur frammi fyrir og þarf að leysa úr og allar eru þær áskoranir meira og meira skemmtilegar. Þá tekur hér til máls Guðrún Hafsteinsdóttir, fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis. Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, fundarstjóri og góðir fundargestir. Það gaman að vera hér með ykkur og fá að taka þátt. Þó að úti blási að þá hlýtt og notalegt hér inni með ykkur og ég vona svo sannarlega að þið muni eiga hér góðar stundir og uppbyggilegar umræður. Ég vil í upphafi geta þess að það kann að vera, það kann að vera að mín fyrri störf sem formaður samtaka iðnaðarins komi til með að lita þetta innlegg sem ég ætla að flytja ykkur hér. En þau 9 ár sem ég var þar í stjórn var ég óþreytandi að tala fyrir eflingu iðnnáms og sá áhugi hefur síður en svo dalað hjá mér. Við erum líklega öll sammála því að menntakerfi gegnir þeim mikilvæga tilgangi að undirbúa komandi kynslóðir undir störf framtíðarinnar. Það velkist enginn í vafa að menntakerfi mikilvægt fyrir gangverk samfélagsins, en það langt í frá að vera eyland. Heldur þarf það að búa einstaklinga undir störf í samfélaginu og því nauðsynlegt að menntakerfið og atvinnulífið kallist sífellt á. Það hefur verið kallað eftir því í nokkurn tíma að breytingu þurfa að gera á menntakerfinu til að mæta breyttum tímum og nýjum áherslum. Að mínu mati ekki nauðsynleg forsenda fyrir breytingarnar að setja meira fjármagn í menntakerfið. Miklu frekar þarf nýja hugsun til að leysa vandann. Samtök iðnaðarins, þar sem ég starfaði lengi, setti 2 markmið á oddinn með það markmiði að fjölga einstaklingum með starfsmenntun á vinnumarkaði. Númer 1, að menntakerfið styðji við nýsköpun og hugvitsdrifið hagkerfi til framtíðar. Og númer 2, að efla menntunarúrræði fyrir starfandi á vinnumarkaði í dag.
En á hverju hafa samtök eins og samtök iðnaðarins lagt svona mikla áherslu á eflingu iðnnáms? Jú, því við sem höfum verið starfandi út í atvinnulífinu þekkjum svo vel skortinn á okkar eigin skinni. Í könnunum hjá samtökunum hefur ítrekað komið í ljós að yfir 70% félagsmanna vantar iðnmenntað fólk en einungis rúm 10% fyrirtækja vantar háskólamenntað fólk. Þessi veruleiki blasir við okkur ár eftir ár eftir ár. Vandi starfsnámsins hér á landi er mikill, en til að gefa ykkur hugmynd það erfiðleika sem við stöndum frammi fyrir, að það hafa á undanförnum árum 30% nemenda á framhaldsskólastigi lagt stund á starfsnám á Íslandi á meðan að meðaltal hinna Norðurlandana er 50%. Undirstaða íslensks efnahagslífs byggist á vel menntuðu og hæfu starfsfólki með fjölbreytta, verklega og fræðilega færni. Það eru við öll sammála. Þess vegna verðum við að segja skili við gamla færibanda skólakerfið sem samastendur að hefðbundum skólastofum þar sem krakkar sitja oft og tíðum aðgerðalausi við borð og meðtaka réttar upplýsingar og læra stöðlu bóknámsfög eingöngu. Í atvinnulífinu er ekki verið að biðja fólk sem getur setið kyrrt tímunu saman og hlustað og svarað eftir uppskrift. Atvinnulífið þarf heldur ekki fólk sem getur bara fylgt leiðbeiningum og munað. Það sem atvinnulífinu vantar er fólk með frumkvæði, er fólk með skapandi hugsun, fólk sem getur leitað sér upplýsinga og fólk sem hefur fjölbreytta, verklega og bóklega færni. Þá er líka kominn tími til þess ef við hættum að draga fólk í dilka eftir því hvað það hefur lært. Því nám er nám og allt nám felur í sér fræðilega og verklega hlið sem saman mynda órjúfanlega heild. Hlutverk menntastofnana er meðal annars að sjá atvinnulífinu fyrir hæfu starfsfólki en margt bendir til þess að ekki fari saman framboð og eftirspurn. Breytingar á menntakerfinu eru nauðsynlegar til að mæta fyrir öru þróun sem þegar sjást merki í atvinnulífinu og samfélaginu öllu. Það blasir við að slíkum breytingum verður ekki mætt nema með nýrri nálgun og umbótum á kerfinu eins og við þekkjum það í dag. Ein mikilvæg breyta til að ná fram breytingum í menntakerfinu er að efla framboð fjarnáms. Heimsfaraldur á síðasta ári ýtt undir þróun þess að skólar stigu stór skref í fjarnámi enda ekki annað í boði svo vikum skipti. Í mörgum tilvikum var látið eins og hér væri verið að finna upp hjólið en staðreyndin er samt sem áður sú að fjarnám er alls ekki nýtilkomið hér á landi því það má færa rök fyrir því að fjarkennsla hafi raunhafið hér á landi árið 1931 er Ríkisútvarpið hóf kennslu í ensku og þýsku og síðar var einnig íslenska og danska kennd. Við munum örugglega mörg hér eftir hinum ýmsu bréfaskólum og til gamans má geta þess að faðir minn lærði fyrstu danssporin sín í bréfaskóla eins undarlegt og það nú hljómar. Markmið þessara bréfaskóla eða kennslu útvarpsins hlýtur að hafa verið að ná til fólks sem einhverra hluta vegna hefðu ekki tök á að sækja nám eða námskeið til borgarinnar eða annarra þéttbýlisstaða og þá líklega vegna búsetusinnar, atvinnu eða annarra þátta. Sem leiðir okkur að því að fátt er betri byggðastefna en fjarnám. Ef við viljum sjá blómlega byggð hringinn í kringum landið verðum við að einfalda fólki að leita sér menntunar þannig að það haldi tryggð við sína heimahaga. Það hefur nefnilega sýnt sig að fjarnám ýtir undir það að fólk leiti sér aukinna þekkingar og sé áfram búsett í sínum byggðarlögum. Fjarnám eykur tæknilega getu og þekkingu sér í lagi í upplýsingatækni.
Fjarnám eykur víðsýni og þekkingu og stuðlar að uppbyggingu samfélaga og dregur úr fólksfækkun. Á síðustu áratugum hafa tækniframfarir verið með þeim hætti að hægt að sinna nánast öllu námi og mjög mörgum störfum frá hvaða stað sem í heiminum. Þekkingin getur verið hvar sem og það eina sem fólk þarf eru góðar gagnatengingar. Sú var tíðin að þekking og þar með fólk fluttist á milli landa en nú þekkingin algjörlega orðin óháð landamærum. Við stöndum frammi fyrir því við Íslendingar að við verðum að byggja hér upp þekkingarþjóðfélag til að stuðla að áframhaldandi hagsæld. Ísland hefur alla tíð verið auðlindadrifið hagkerfi en þangað getum við ekki leitað endalaus vaxtar. Það liggur í hlutarins eðli. Því það lífspuðsmál fyrir okkur sem þjóð að leggja áherslu á að efla iðn, verk og tæknimenntun sem og háskólamenntun í landinu. Framhaldsskólarnir okkar sem og háskólarnir eru lykilstofnanir okkar í þessari vegferð. Því verða skólarnir að átta sig á því að þeir verða að þjóna öllum íbúum þessa lands hvar sem þeir búa. Það þýðir að skólarnir verða að bjóða upp á miklu meira framboð af fjarnámi. Helst myndi vilja sjá sem flest nám einnig í boði í fjarnámi. Það vakti athygli okkar heimsfaraldurinn skall á okkur á síðasta ári og nemendur gátu ekki sótt skólana eins og þeir voru vanir þegar fljótt skólarnir brugðust við og komu til móts við nemendur með fjarkennslu. Viðtalið voru skólarnir misvel undirbúnir þar sem sumir skólar eins og til dæmis Háskólinn á Akureyri og á Bifröst hafa áralanga reynslu á fjarkennslu. Háskóli Reykjavíkur hafði þegar fjarkennslu í einhverju mæli en sá skóli sem hefur verið hvað lakastur í að bjóða fjarnám Háskóli Íslands. En meira segja hann tók sér tak og bóð nemendum upp á fjarnám í nær öllum greinum. Mig langar að fá að lesa í tilvitnun í nemanda frá Selfossi og að þetta viðtal var tekið fyrir heimsfaraldur og hluti af rannsókn á fjarnám á Suðurlandi sem gerð var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. En þar segir þessi Selfissingur: minnsta framboðið sem í raun í boði í dag frá HÍ sem á að vera háskóli allra landsmanna. Þannig að öll þessi menntun sem að fólk að sækja sér frá í rauninni þessum litlu háskólum. Ég hef undanfarin 7 ár setið í framkvæmdastjórn Háskóla Reykjavíkur og í háskólaráði þess ágæta skóla. Í upphafi faraldursins lögðu allir starfsmenn sem og nemendur gríðarlega mikið á sig til að hægt væri að halda upp í kennslu og að nemendur skólans gætu haldið námi sinni áfram á þeim hraða sem að þeir höfðu áætlað í upphafi námsins. Það sem kom okkur á óvart í vor eftir 3 annað kennslu að mestu í fjarnámi var hver þessi kennsluaðferð hentaði nemendum vel og mikil ánægja var með fyrirkomulagið og þá ég ekki síður að tala nemendur einmitt á höfuðborgarsvæðinu. Barnafólk lýsti yfir mikill ánægju og minna álagi og margir nefndu sömuleiðis kostina við að vera ekki á ferðinni í umferðinni og geta valið umhverfisvænni kost en það að sitja heima og læra. Hreyfa ekki bílinn eða ökutækið. Mér hefur sömulegist alltaf þó sérstakt að þegar hópar nema í fjarnám út á landi að þá þarf fólk alltaf að sækja staðlotur í skólan reglulega í stað þess að kennarar sæki nemendur heim. Mér sérstaklega minnistætt eitt sinn ég var á Ísafirði fyrir nokkrum misserum að þá voru þar 6 nemendur sem þurftu að taka sveinsprófið sitt í húsasmíði. Þeir þurftu allir að fara til Reykjavíkur í prófið, burðast með verkfæri sín með sér, þetta tók nokkra daga, bæði aksturinn suður, aksturinn tilbaka og vera í Reykjavík og vera þar í uppihaldi. En það virtist ekki vera nokkur lifandis möguleiki að einn prófdómari
gæti farið vestur og prófa þessar 6 nemendur sem þurfti að fara suður. Ein kona sagði mér í haust, þið vitið nú líklega að ég búin að vera mjög mikið í framboð á þessu ári, þannig ég búin að hitta mjög marga, bæði í prófkjöri og svo í kosningabaráttu í haust. Og ég hitti eina konu á Hornafirði núna í haust og hún hafði verið í 3 ára fjarnámi frá Hornafirði, frá Höfn. Hún reyndi að kalla þetta ekki fjarnám, heldur fjárnám vegna kostnaðarins. Í fyrra skráði hún sig í meistaranám og gat stunda námið eingöngu í fjarnámi vegna COVID. Nú í haust brá svo við að HÍ skellti lás og staðkennsla aftur orðin skylda. Þessi kona átti þess ekki kost að halda áfram með námið sitt, enda gift sjómanni og móðir 2 lítilla barna og fyrir hana ómögulegt að rífa fjölskylduna upp til að geta klárað námið í Reykjavík. Kostnaðurinn sem og óhagræðið meira en hún telur sig geta réttlætt. Það ljóst að það jákvætt fyrir staði á landsbyggðinni að kost á fjarnámi. Heimafólk sem sækir sér menntun líklegra en ekki til að leggja stund á nýsköpun og stofna eigin fyrirtæki og skapa þar með fjölbreyttari störf í sinni heimabyggð. Fjarnám því að öllu leyti jákvætt hvað byggðaþróun varðar. Og ég ætla að fá að vitna aftur í þessa rannsókn og hér það ein kona í Vestmannaeyjum sem á orðið. Ég meina við værum ekki með alla þessa menntuðu grunnskólakennara nema út af þetta fjarnám hér í Eyjum. Margir sem að menntuðu sig hérna þegar þetta fjarnám kom og okkur bauðst það. Við megum aldrei gleyma því að þegar við sendum fólki okkar burt til að mennta sig, að þá yfirgnæfandi líkur frekar en hitt að fólk ílengist á þeim stað og snúi ekki tilbaka. Þetta þekkjum við öll. Við þekkjum öll einstaklinga sem að hafa farið suður eingöngu til mennta, býðst þar tækifæri og þau kom ekki heim. Þau kom ekki tilbaka. Mér það einnig minnistætt að ég var á Akureyri því að þar var tíma vandræðagangur með nám fyrir kjötiðnaðarmenn. Þeir þurftu að fara suður til að klára námið sitt þar við menntaskólann í Kópavogi. Þar var setið þessa aðila og þessa nemendur í þessu fagi og þeir komu ekki tilbaka. Og við þekkjum það öll fyrir norðan þar sem stór sláturhús og stórar afurðastöðvar í kjöti sem að bráð vantar fólk með þessa þekkingu. Fyrir atvinnulífið kjölfesti mannauði nauðsyn og eins þarf að vera nægilegt aðdráttarafl til að draga að nýtt og vel menntað fólk. Við kvörtum yfir því að erfitt sé að fá fólk út á land sem vissulega rétt í einhverju tilfellum, en við verðum einnig að hafa í huga að Ísland í heild á í varnarbaráttu við umheiminn sem verður sífellt minni með hverjum deginum. Í dag starfsvettvangur unga fólksins okkar heimurinn allur. Þau horfa ekki eingöngu til Íslands þegar þau velja sér starf eða samastarf. Á sama hátt tæknin að breyta því að fólk getur nánast starfað hvar sem í heiminum, svo framalega sem að tengingar góðar og mannlífið gott og grunnþjónustan og innviðir til staðar. Að lokum vil ég bara segja þetta. Það afar brýnt fyrir okkur Íslendinga að bæta samkeppnishæfni okkar. Það gerum við fyrst og fremst með því að bæta menntun. Með öflugu námi út allt land munum við skapa framtíð og hagvöxt þjóðarinnar. Takk fyrir. Við þökkum Guðrúnu Hafsteinsdóttur kærlega fyrir þetta skólalega ávarp.
og hvetjum hana sjálfsögðu til dáða og að láta til sín taka á sínum nýja vinnustað Alþingi Íslendinga. En þá komið að fyrra þema dagsins og það hefur yfirskriftina gæði náms, kennslu og skólaþjónustu í landsbyggðum. Og mitt hlutverk auðvitað fyrst og síðast að vera tímavörður og láta vita hvenær tíminn að verða búinn og ég með sérstök blöð sem og Sigríður lét mig hafa hérna. Það 5 mínútur eftir og 1 mínúta eftir. Ég sitt þarna og hjálpa ykkur við þetta því að við þurfum að halda vel á spöðunum án þess að það komi niður á gæði erindana hins vegar. Nú ég veit ekki hvað við erum auðvitað með fólk líka bara á netinu sem að fylgjast með okkur. Það stendur nú ekki hér hvað það eru margir en ég ætla nú að kanna það betur en það þessi fundur sendur út í gegnum Zoom og þannig að það örugglega hópur fólk sem fylgist með okkur þar líka. En við skulum ekki hafa þessi orð fleiri, heldur bjóða Eddu Óskarsdóttur, dósent og Önnu K. Vosniska, doktorsnema frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands að koma hér og flytja erindi sitt. Það starfsþróun fyrir kennara og starfsfólk, samstarf Menntavísindasviðs og Hafnar í Hornafirði. Gjörðu svo vel. Bara fara í sérskím. En nú kennum við svo mikið í fjarnámi í kunnum okkur. Við filma hana glærumir. Ég ætla að enda þessa hlutum. Þetta allt byggðarafstöðum. Svona. Komum glærumar, já. Robert. Maður á svo sjóaður í fjáminu nefnilega. Við erum Edda Óskarsdóttir, ég dósent við Menntavísindasvið og með mér. Og ég heiti Anna Katarzyna Woźniczka og doktorsnemi í Menntavísindasvið. Já, ég ætla að koma hingað kannski. Já. Og við ætlum að kynna erindi okkar sem heitir starfsþróun fyrir kennara og starfsfólk, samstarf Menntavísindasviðs og Hafnar í Hornafirði. En eins og við vitum öll, þá búið að vera mikil skortur á Íslandi á menntuðum kennurum á þó mörgum svæðum á Íslandi. En á sama tíma líka kostnaður og aðgengi að starfsþróun kennara og starfsfólks skóla í dreifðum byggðum Íslands frekar stór. Það bæði kostnaðarsamt og tímafrekt. En við vitum líka að það mjög erfitt að fá upplýsingar fyrir það starfsfólk sem að fara kannski að byrja nám í háskólanum. Þannig að þetta báðar þessar áskoranir kalla á sameinað átak kennaramenntunarstofnana og sveitarfélaga til að tryggja þess að allir nemendur, hvort sem þeir eru stödd á Vestmannaeyjum eða Flateyri eða í Reykjavík, að þau eiga aðgengi að gæðanámi í heimaskólanum sínum. Og ég ætla að segja ykkur stuttlega frá námskeiðinu sem við Edda höfum prófað í samstarfi við sveitarfélagið Hornafjörður. En það byrjaði þannig að Edda ásamt fleiri aðilum á vegum Evrópumiðstöðvar nám án aðgreiningar og sérþarfir og ráðuneyta, samband íslenska félaga og svo framvegis gerðu úttekt á framkvæmd stefnunnar menntunar án aðgreiningar á Íslandi og í kjölfar þess hafði sveitarfélagið Hornafjörður samband við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og spurði hvort það væri hægt að þróa svona námskeið fyrir starfsfólk
skólana á svæðinu. Þannig þróaðist þetta námskeið. Edda var fyrst ein til að byrja með en síðan bauð hún mig til að vera með og við byrjuðum að búa til saman og skipuleggja námskeiðið sem spannaði heilt skólaár frá ágúst 2019 til maí 2020 og þetta var 10 eininga háskólanám og þátttakendur voru í raun bara allir starfsmenn grunnskólans og leikskólans í sveitarfélaginu Hornafjörður ásamt starfsmönnum frá Djúpavogi í skólanum þar. Þannig að það var mjög fjölbreyttur hópur. Það voru bæði kennarar sem tóku námskeið til eininga en einnig kennarar sem tóku námskeið ekki til eininga, til dæmis starfsmenn frístundaheimilis, starfsmenn í mótneyti, á bókasafni og svo framvegis. Og það sem það áttu að gera í gegnum þetta námskeið, tilgangurinn var bæði að kynna sér nám og starf í skólanum og í raun stefnu menntunar fyrir alla og síðan nýta þessa þekkingu sem þau fengu í gegnum lestur og umræður og fræðslu frá okkur í að greina þarfir í starfsumhverfinu sínu og þróa sitt eigið starf með því bæði að gera rannsókn á eigin starfi og halda leiðarbók eða einhvers konar rannsóknardagbók ferilinn og skrá í lestrardagbók allt sem þeim datt í hug í tengslum við lestur fræðigreina. Og síðan tóku þau þátt í umræðum valið lesefni á netinu. En það sem við gerðum líka, og þú varst búin að fjalla það áðan í erindinu þínu, að í staðinn að bjóða nemendum að koma til Reykjavíkur, þá fórum við þetta 4 sinnum í svona staðlátur og heimsóttum skólan. En í millitið vorum við líka með síðdegistíma og síðan með umræður á netinu og tíminn á milli staðlátna og síðdegistíma var notaður til umræðna og til lesturs fræðigreina og sem sagt til rannsóknar á eigin starfi. En hugmyndin var líka að þátttakendur á námskeiðinu mundi þróa námssamfélag þar sem þau mundu ræða saman og læra saman og styðja hvern annan í að þróa skólastarf og skólabrag. Anja, þau sjá ekki glærið það á netinu, þannig að við þurfum vist eitthvað að gera. Já. Já, svo. Já, ég veit ekki hvernig við erum að breyta því samt. Það er alltaf flókið. Já. Þetta er glærið maður að vera hérna. Já. Svo, ok, frábært. Ok, ég vona að það heyrist betur núna. Verðum við svo disk. Svo. En markmið með rannsókninni var sem sagt að kanna hvernig hægt að skipuleggja starfsþróunarnámskeið menntun fyrir alla í gegnum fjarnám fyrir fjölbreyttan hóp þáttakenda sem viðheldur bæði áhuga og virkni þeirra. Og rannsóknarspurningin var hvernig hægt að sníða fjarnámskeið sem hvetur þáttakendur til breytinga á eigin starfi og þróunar. Og við stóðumst við ýmsar kenningar, meðal annars nám fullorðinna, starfsþróun, faglega forystu, menntun fyrir alla sem ríkjandi stefna á Íslandi og síðan altaka náms. Og þetta var starfendarannsókn sem þýddi að við vorum í raun aðal rannsakendur og þáttakendur í rannsókninni við Edda, en ásamt okkur voru allir þáttakendur á námskeiðinu. Þáttakendur í þessari rannsókn og það voru það bil 60 manns og eins og ég sagði með mjög fjölbreyttan bakgrunn og það sem við gerðum, við sóknuðum bæði verkefni nemenda, fórum yfir þau sérstaklega yfir sjálfsmat þeirra og svona miða sem þau skiluðu eftir hvern og einn tíma. En síðan skoðuðum við líka fundagerðir og dagbókarfærslur okkar og umræður okkar Eddu inn á Teams. Við tókum líka reynnihópa viðtöl í lok námskeiðsins við 4 hópa þáttakenda. Það voru bæði kennarar sem tóku námskeið til eininga, þeir sem tóku námskeið ekki til eininga, aðrir starfsmenn leikskólans og skólastjórnendur. Og síðan sendum við út konum á námskeiðinu til allra þáttakenda.
og við greindum gögnin með aðferðafræði grundaðaráskenningar. En þetta ætlar að tala niðurstöður, það helsta sem kom fram? Já, af því að við vorum að gera staðreyndarannsókn, þá skiptum við rannsóknartímabil í 3 tímabil og hverju tímabili fyrir sig þá endurskoðum við kennsluna okkar og gerðum breytingar á áætlunum. Og þannig skiptist rannsóknin okkar í formóla, framkvæmd og eftirmála. Og niðurstöðurnar okkar gefa til kynna þessar svona helstu áskoranir sem að þátttakendur stóðu frammi fyrir og við sjálfar þegar við vorum að skipuleggja og vinna í þessu námskeiði. Og hérna fyrir við svo yfir nokkur þemu sem höfðu voru sterk í gögnunum og höfðu mikil áhrif á námskeiðið og rannsóknunum. Nú fyrst að telja þær ýmsu áskoranir sem að bæði við og nemendur á námskeiðinu tókust á við. Og þær eru af námslegum toga, svo sem fólki sem hafði ekki verið í námi lengi. Það var óvant að vinna í tölvum jafnvel og skila verkefni þannig. Þær voru persónulegar náttúrulega fyrir þátttakendur sem voru að takast á við ýmislegt í sínu lífi og svo tengdust þær tækninni. Það var bæði hjá nemendum sjálfum, eins og þið sjáum hérna á þessu kvóti eða þessari tilvitnun í almenna starfsmann sem tók þátt á námskeiðinu, sem segir að kennarar eru með tölvur, en ef almenna starfsfólki á líka að komast í tölvu til að fara á Moodle, að vinna verkefni, hvar á það að gera það? Af því að almenni starfsmenn, þeim ekki úthlutað tölvur í skólum venjulega. Og við sjálfar, við fengum ekki að nota Moodle-vef háskólans til að kenna þetta námskeið, heldur notum við Moodle-vef frá einhverju ráðuneyti, ég held að það verið félagsmálaráðuneytið. Við höfum mjög takmarkað upphleðslu mark sem að við áttum okkur á að duði náttúrulega enga veginn að við vorum að senda fyrirlestra fyrir fólk til að hlusta á og það var bara ekki neitt pláss á netinu, þannig að þeir þurftu að vera mjög stuttir og mjög lítið af myndum og þannig að við myndum ekki yfirkeyra vefinn. En það voru sem sagt helst þá þeir sem voru í öðrum skólum öðru störfum en í kennslu í skólanum sem tókust á við svona stærstu áskorunum. Nú það voru líka annað þema sem hafði áhrif á námskeiðið allt var að þátttakendur höfðu ólíkar forsendur fyrir því að taka þátt í námskeiðinu. Þetta var sem sagt námskeið fyrir allt starfsfólk skólans, þannig að sumir töluðu að þeir væru píndir til að taka þátt. Og aðri vildu alveg taka þátt, en þeir störfuðu við annað en kennslu og fannst í raun og veru að þeir mættu ekkert eða þeir hefðu ekkert að segja skólamál eða það þegar var verið að ræða málefni skólans. Og þetta olli því, þessi afstaða, olli því að sumir tóku bara mjög takmarkaðan þátt í hópastarfi. Voru mjög passífir og kannski lögðu jafnvel fátt til, fátt að mörkum. Eins og sést hérna í þessari tilvitnun þar sem að kennari að tala hópavinnuna og segir að helstu áskoranir hafi verið að vinna í hópavinnu með fólki sem ekki sýndi lit, var ekki að taka námskeið til eininga og virtist ekki hafa neitt metnað eða nennu til að taka þátt í vinnunni. Og þessar ólíku forsendur þýddu líka að við þurftum alveg að endurskoða náttúrulega efni sem að við vorum að leggja upp fyrir fólk jafnóðum. Þannig að við vorum átt okkur á því að við vorum með fræðilega fyrirlestra og vorum að láta fólki lesa efni á ensku og annað slíkt og við þurftum að skoða hvernig getum við aðlagað það sem að við erum að tala og hvernig við tölum og hvernig við setjum fram okkar efni. Þannig að við höfðum til allra. Þannig að við náum til þeirra og vekjum áhuga þeirra. Nú, það sem vann samt í raun og veru móti þessum ólíku forsendum, eða jafnaði kannski út þau áhrif, var sá stuðningur og félagaþrýstingur sem að þátttakendur fundu á námskeiðinu. Því að þátttakendur studdu hvern annan í ýmsu móti. Skólastjóri var mjög öflugur í því að styðja almenna starfsfólki með því að hitta það vikulega. Og síðan var það bara heilmikil hvatning fyrir alla að gefast ekki upp, sem þau fundu í starfsmannahópnum. Og þarna segir til dæmis einn kennarinn, það var heilmikið átak fyrir mig að fara aftur í nám eftir 16 ára hlé og var ég satt best að segja nokkrum sinnum við það að gefast upp, en þar sem ég var í samstarfi við samstarfskonu mína, þá fannst mér ég ekki geta skilið hana eina eftir með verkefnið. Þannig að þið sjáið að fólk var í þessu svolítið saman.
Eitt af markmiðum okkar var í gegnum námskeið að við myndum mynda námssamfélag eða námssamfélög, eða lærdómssamfélög innan skólans og við sáum það gerast smátt og smátt í gegnum námskeið. Þátttakendur fundu hvað þeir skiptu máli, eins og þessi tilvitnun þarna í almenna starfsmann sem segir að mín skoðun sú að ég met starfið mitt meira en ég gerði áður. Ég skipti bara dálítið máli. Við erum öll nauðsynleg þar sem við erum. Þannig að þetta var svona efling, þetta var svona sjálfsefling. Og þau fundu líka nýja fleti á samstarfi innan skólan sem þau sáu að þau vildu gjarnan þróa áfram. Og eins og kennarinn segir vinnan í vetur búin að efla samvinnu og opna möguleika á frekari samstarfi í framtíðinni. Nú erum við búin að vera að gera þetta einu sinni, eitthvað sem við höfum talað í mörg ár og þá auðveldara að taka upp þráðinn og halda áfram. Niðurstöðurnar okkar sýna að samskipti við skólastjórnendur, samskipti okkar við skólastjórnendur, studdi okkur í að þróa námskeiðið í anda menntunar fyrir alla og hafa í huga jafnræði og sveigjanleika sem að náttúrulega við þurftum að horfa á það hvernig okkar þátttakendur eru og hverjar þeirra aðstæður eru og þar skipti sköpum að við vorum í góðu samstarfi við skólastjórnendur. Að mótun námssamfélags háð félagaþrýstingi og stuðningi frá stjórnendum skóla og þið töluðu einmitt það annað starfsfólk skóla sem fékk að funda með skólastjórnendum reglulega að það hefði skipt mjög miklu fyrir þau og þau segja þetta ætti bara að vera í öllum skólum svona fundir þar sem að þeim hjálpað í raun og veru að horfa á starfi sitt, hvað þau leggja mörkum og líka fyrir skólastjórnendum að koma á framfæri sín skólans og hvernig þetta allir starfsmenn skólans hjálpast að við að koma á þessari sín. Fjölbreytni hópsins var áskorun fyrir okkur eins og ég talaði áðan, við þurftum að aðlaga námið okkar, kennslun okkar helling en af því að við náttúrulega erum háskólakennarar og okkar styrkleikar að kenna kennurum og við þurftum heilmikið að endurhugsa hvernig við kennum til þess að koma til móts við þennan fjölbreytta hóp og í framtíðinni sáum við að við myndum vilja fá eitthvað með okkur í svona námskeið sem að væri sterkari í þessu eins og fólki frá tómstundafræðinni eða þroskaþjálfabraut til þess að koma með aðra sýn á það hvernig hægt að vinna. Við fundum líka að samstarfið skólastjórnendur var mjög mikilvægt til að halda námskeiðinu gangandi og við höfum náttúrulega litla tilfinningunum fyrir því hvað var að gerast í skólanum. Til dæmis fannst okkur þegar við vorum með kennslu þar sem við sátum tvær í herbyggi upp á Stakkahlíð og vorum að kenna en fólkið var allt statt í 2 sölum í skólanum. Að þá fannst okkur eins og við værum svona að kenna í gegnum póstlúð af því að við vorum bara með lítinn skjá og sáum pínlítið brot af 2 sölum en og höfum vola lítið svona litla yfirsýn við það sem var að gerast. En svona að lokum að þá þetta orð skólastjórans sem segir að námið í vetur hefur orðið ljósara fyrir mér að það ekki alltaf hægt að hafa alla starfsmenn saman. Jafnvel þótt málefni sé brýnt eins og menntun fyrir alla. Það hreinlega mikill forsendumunur hjá starfsmönnum. Eins og ég vissi svo sem áður, þá heldur ekki hægt að neyða neitt til að taka þátt í námskeiði eða námi. Hins vegar tel ég enn brýnt að hluti af námskeiðum sé fyrir alla og það gæti þá verið námskeið sem lúta til dæmis að skólabrag eins og uppbyggt til ábyrgðar og kannski það líka stundum að taka samræðinu við einstaka starfsmann það hvort hann tilbúinn að starfa í skóla sem þær áherslu sem við höfum. Takk fyrir okkur. Já, innilega þakkir. Nú það þannig að við gerum þetta bara þannig að við höfum 5 mínútur til þess að koma fram með spurningar eða eitthvað sem við viljum ræða frekar og við erum með mikrofón og við erum með fólk til að hlaupa hér salinn og lesa af skjánum hvort það eru spurningar á Facebook eða Zoom eða hvernig það nú og ég bið þær að standa bara en þannig að gefið bara merki ef að þið viljið taka til máls, spyrja það ykkur, gerið það bara á sæti ykkar og þarna ein hönd komin á loft, bið ykkur að bara kynna ykkur og það þessi.
Hún var að teygja úr sér. En þá höldum við bara, ég ætla sem bara betra að halda á þessu, heyrist það ekki betur eða hvað? Já, eru einhverjir sem að vilja spyrja, þá það tækifæri núna, það gefst líka tækifæri seinni í dag og hægt að ræða málin á svona eins og fólk vill þegar það líður á daginn og í kaffitímanum og svona, en það ekki spurningar, þetta allt á hreinu og tíminn var nákvæmur. Þetta var vant fólk við stjórnvölinn. Takk ykkur innilega fyrir, ég til að glömda aftur fyrir þetta. Og þá datt þetta út, já. Heyrist núna, já, heyrist. Þá höldum við áfram með dagskrána og næsta erindi ekki síður spennandi. Það menntun og byggðamál í landfræðilega einangruðu sveitarfélagi. Og það eru þeir Eyjólfur Guðmundsson, skólameistari framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu, FAS, og Þorvarður Árnason, forstöðumaður Rannsóknasetups Háskóla Íslands á Hornafirði. Gjörið svo vel. Eitthvað sem átt að læra þetta fyrir mig? Kannski spurningu að fá tæknimann bara hérna til að hjálpa okkur. Ég veit ekki hvað er að ná í það. Og geta þess það sem verður að græja þetta að Þorvarður eða Þorri, hann er ekki með þetta. En ég lítið þá bara einn og eitthvað því sem hann svo það kannski svona að minna vægja þannig sem Þorri. Kannski hvernig við víða líka þá blaðsöksir í þessum orðum sem voru fyrirsögnin á Ástarími. Menntun árum staðsetningar. Minni reynsla, það að vera 30 ár í starfandi framhaldsskóla það skipti staðsetningu mikið sem árum. Ég hefði frekar að tala menntun með staðsetningu, á staðsetningu. Í mínum huga þetta stjarnan, menntun með staðsetningu, ekki á staðsetningu. En þetta spurningin var að sjálfsögðu en vildi bara koma þessum ræða hér. Þetta allt að gerast? Já, það Magnús Helgason hérna, það setti þetta upp. Magnús, hann hér? Getur komið hérna aðstofa okkur? Við erum klaufar hérna í þessu. Það eins gott að standa sig vel í þegar við erum í fjár. Það ekki verið fyrir. Og við erum líka á sem á jarðvegi. Já, þá virkar líka. En við erum mörg einkenni byggðar í kjarnanum. Og það svolítið merkjum við samsetning að verðast. Ekki gera. Nú þurfum við að hafa gleru á þessu til að sjá þetta. Heyriði mér? Svona, skara. Ég var að tala það að við byggjum í samfélagi sem væri jaðar, einangrað og hérna þessu nokkrar staðrendur það hvernig aðstæður eru hjá okkur í sveitarfélaginu Hornafirði. Við erum með mjög langt og mjótt samfélag þar sem að búa tiltölulega fáir. Ekki rétt að glæran kemur ekki. Í hverju? Í súmunu? Já, í súmunu sko. Það verðum að séra það sem er aftur svona. Ekki núna? Læri núna. Þú var núna? Flott. Það eru sem sagt langt og mjög sveitarfélag með tiltölulega fáu fólki og það sem að rammar okkur inn annars jökullinn og hins vegar sjórinn getum við sagt og á þessu höfum við byggt okkar samfélag í gegnum tíðina. Lengra hort aftur undan það var landbúnaðurinn mikilvægur og tók sjávarútvegurinn við á 20. öldinni og núna á þeirri 21. og má segja að ferðaþjónustan hafi orðið helsti vaxtarbroturinn okkar á svæðinu.
Já, hreyfist þetta ekki. Nei. Það gerist ekkert hér. Svona, þetta eru þekkingar á. Eitt dæmi það hvað við höfum gert á undanförnum 20 árum í Hornafirði að byggja upp fyrirbæri sem við kallum Nýheima, mörg eitthvað kannast við. Og þarna vorum við að reyna að byggja upp þekkingarsamfélag á jaðarsvæði. Og við sóttum fyrirmyndina við getum sagt kjarnasvæði, þar sem við sóttum fyrirmyndina í aðferðir sem við höfum notað í stórborgum við að tengja saman menntun og atvinnulíf. Það sem kallaði upp á ensku Science Parks. Við notum þá hugmyndafræði og höfum sambandi bæði Háskóla Íslands sem tók vel í okkar hugmyndir og í menntamálaráðuneytið. Fengum sambandi í ákvæða undirtektir hjá báðum þessum aðilum og þeir voru tilbúnir að vinna með Hornfirðingum í að byggja upp samfélag með þessum hætti, þar sem var í samtvinnað menntun, menning, rannsóknir og nýsköpun. Og ástæðan fyrir þess að menn gerðu þetta var meðal annars svo að menn voru að reyna að finna nýja leiðir til að styrkja við atvinnulífið á svæðinu og ákveða að veðja frekar á þessi atriði heldur en önnur sem þá voru kannski meira uppi, svo sem eins og stóriðja og fleira, eða lán til fyrirtækja. Og í stutta útgáfan á þessum 20 ára sögu að þetta hefur gengið mjög vel. Og jafnvel betur heldur en bjartsýnustu menn hefðu þorað að vona. Við höfum náð að byggja upp mjög sterkt og heilstætt þekkingarsamfélag úr mörgum litlum einingum. Og þessi vettvangur sem við höfum skapað þarna, hann er lifandi samstarfsvettvangur. Hér var rætt starfsnám áðan og vissulega skiptir fjarnám máli og allt það, en ég langaði til að varpa smá mynd á stöðu starfsnáms gagnvart þeim hluta landsmanna sem býr utan höfuðborgarsvæðisins og utan Eyjafjarðar. Það telst til svona, þetta er reyndar kannski 2 ára gamla tölur, að þetta gæti verið 60.000 manns. Í framhaldsskólakerfinu í heild boðið upp á 50 leiðir í starfsnámi. Það eru vísu eins og við þekkjum, það eru stóra gloppur þó að þetta sé til staðar í starfsmenntakerfinu okkar, í sjávarútvegi, í ferðaþjónustu og verslun og fleiri greinum. Og það hafi líka verið vandræði við að tengja saman fyrirtæki og skólahald, menntun á vinnustað og menntun í skóla. Við erum vonandi að stíga gæfuspor í þessu núna með því að taka upp nýtt skipulag þar og vonandi á þetta eftir að verða betra á næstu árum. En það sem oft gleymist og menn halda sjaldan og oft þeir sem að tala fyrir starfsnámi, að stærstu hluti þeirra sem í starfsnámi á Íslandi og vilja vera í starfsnámi fullorðið fólk. Það ekki krakkarnir eða unglingarnir frá 16 til 19 ára sem sækja mikið í þetta. Stærstu hlutin af þessu fólki 20 til 35 ára, getum við sagt. Og ennþá frekar þegar við horfum á starfsnám sérstaklega, þetta á við framhaldsskólann í heild, þetta mjög mikið við háskólann í heild, en ennþá frekar þegar við horfum á starfsnám sérstaklega. Og það sem ég sagði áðan, að stór hluti af þessu sem þó gert í kerfinu, sem sumuleyti brothætt og ekki alveg fullkomið, nær ekki til þess fólks sem býr utan, eins og segja, höfuðborgarsvæðisins og Eyjafjarðarsvæðisins. Hérna annað dæmi sem ágætt að nefna við ykkur sem akkúrat núna þessa stundina að ganga mjög vel. Fyrir það bil 10 árum síðan, rúmlega þá voru stofnaði félagsskapur á Hornafirði sem hefði áhuga á því að gera fjallamennsku og atvinnusemi. Kom saman fólk þar sem sá fyrir sig það gæti verið spennandi kostur að gera það. Þeir leituðu til skólans það að byggja upp nám sem tengdist þessari atvinnugrein. Og við reyndum að bregðast við með því að bjóða upp á nám og námskeið sem passaði nokkurn veginn með þær áherslur sem voru hjá þessu fólki og við gerðum ráð fyrir að þeir vildu læra. Og þetta gekk ágætlega í byrjun að við náðum einhverjum 15
Hornfirðingum aðalega sem höfðu áhuga á að læra meira þetta heldur en höfðu lært áður. En síðan settum við þetta yfir í hefðbundið framhaldsskólakerfi og það gekk ágætlega fyrsta árið þá, en eftir það hefur aðsóknin verið mjög slitrótt og jafnvel komið þau ár, eða það annir, sem við höfum þurft að fella niður námið vegna þess að það ekki nógu margir sem hafa sótt í það. Í grunninn þó við höfum gengið í gegnum nokkra breytingar á fjallamennskunáminu, þá hefur það verið byggt upp með mjög svipuðum hætti. Við erum að 70-80% af náminu á vettvangi. Menn fara í ferðir, 3 til 5 daga ferðir, þar sem menn læra það sem máli skiptir í varðandi ísklifur, rötun og hvaðina sem okkur finnst skipta máli varðandi fjallamennsku. Síðan erum við með fjarnám í svona bóklegum greinum eins og veður- og jöklafræði og leiðsögn og rötun og svo framvegis sem þá hægt að taka bara hvar sem menn eru staddir. Þannig að þetta eru svona 2 meginaðferðir, síðan höfum við líka boðið upp á hlutanáminu það sem að fólk að fara í ferðir á eigin vegum og getur þá líka verið bara í sínu heimabyggð eða skilar því sem á að skila. En þó við höfum breytt aðeins þessu til og frá, meðal annars eitt árið þá lækkuðu aldursmarkið frá 18 í 16 og fengu þó enn fleiri slíkar nemendur. Þá eins og segja þetta hefur ekki borið þann ávöxt sem við ætluðum í upphafi. Fyrr en þá að segja haustið 2020. Þá fengum við allt í einu inn 30 nemendur og síðan bættuðum við 15 á voran 2021. Það sem við vorum búin að gera þegar við hættum þarna að taka út í nefndum að segja í miðju COVID-inu var að endurskipuleggja dálítið námið og tengja það ennþá betur en við höfum gert áður við það sem það náms- og menntakerfi sem fagfélagið hafi verið að byggja upp á undanfarnum 10 árum. En það kom mér á óvart þegar ég fór að rannsaka það og skoða hversu mikið og metnaðarfullt nám fór fram innan greinarinnar má segja aðkomu skólakerfisins. Og það eiginlega það nám sem við erum núna að nýta okkur og það orðspor sem fer að því námi sem við erum að reyna að tengja inn í okkar nám og ég held að það sé stór partur af því hvers vegna okkur er að takast að gera það sem við erum að gera núna. Að fólk veit að þetta það sem að atvinnulífið er tilbúið að taka á móti og tekur mark á og þess vegna hefur áhuga að taka þetta heilstæða nám sem við erum að bjóða upp á. Og í vor, þegar við lokuðum fyrir umsóknir, þá voru komnar 150 umsóknir nám í fjallamennsku. Og við treystum okkur til að taka við svona helmingnum af þeim. Á þessum tíma höfðum við líka skipulagt nám í framhaldi af því sem við vorum með áður. Námið hafi verið hjá okkur 1 ár í grunnnám sem við köllum núna, 60 einingar, en við bættum við 70 einingum og inn í því námi eru nú 20 nemendur. Og þarna held ég að það sem máli skiptir, við erum að skipuleggja nám fyrir starfandi fullorðna sem eru tengdir við greinina. Og við erum líka að hugsa svæðið og uppbyggingu þess, þetta orðin einn stærsta atvinnugrein svæðisins og það skiptir máli að staðsetningin þarna líka því að stærsti hlutin af náminu fer fram í Hornafirði og þar af mest í Öræfunum. Það sem má segja mekka jöklaferðamennsku á Íslandi Öræfin, eins og þið vitið, og það því eðlilegt að námið eigi sér stað sem mest þar. Og eins og ég sagði, við höfum tengt þetta við námfélag fjallasleiðsögumanna á Íslandi og einnig við nám Slysavarnafélagsins á Landsbjargar. Er ég búinn með tíma? Það ekki afslátt af Nú er góðum afslátt, já. Bara rétt í lokin, það að segja, þetta bara 2 dæmi sem ég nefna þetta og við erum mjög mörg verkefni í gangi og væri gaman að lista þessna öllu upp og sleppa umfjöllunum þau en ég ætla að taka eitt viðbútt sem að Þorri var búin að undirbúa að tala við ykkur.
Og þetta tengist ákveðnu tegund af ferðamennsku. Við höfum verið að skoða ferðamennsku tengda heilbrigðisþjónustu, slow adventure höfum við verið að skoða og fleira. En það sem okkur langar til að byggja upp núna vísindaferðamennska. Það sem við verðum að höfða til þeirra sem að koma á svæði til að læra og fá upplýsingar hvað er að gerast. Og af því að Hornafjörður með sína jökla getur við sagt, lifandi kennslustofa í hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum, þá upplagt að reyna að nýta þetta til að þróa þessa tegunda ferðamennsku. Og það erum við að gera núna með 2 verkefnum sem er búið að fá styrki til þess að vinna að. Og þarna langar okkur líka bara að tengja saman menntun, vísindi og ferðaþjónustu eins og hérna er eiginlega bara bolleggjandi að gera á okkar svæði. Og þarna stendur í glærunum frá Þorra að grunnhugmyndin sé að nota jöklalandslu Hornafjarðar sem lifandi kennslustofu áhrif hnattrænna loftslagsbreytinga í staðbundnu samhengi. Í staðbundnu samhengi, sem sagt. Það er ekkert verið að fara hvert sem er. Þróa aðferðir sem mæta óskum hins prófisfúsa ferðamanns náttúru, menningu, sögu og samfélagssvæðisins sem heimsótt er. Aftur, staðsetning, skiptir máli. Og bara hérna rétt í lokina því að ég held að 5 mínúturnar eru væntanlega að verða búnar. Við erum að fá líka núna í vaxandi mæli til okkar ferðamenn sem að koma frá skólum erlendis frá. Bandaríkjunum sérstaklega höfum verið að taka á móti námshópum sem að vilja koma til Íslands og til Hornafjarðar og læra sérstaklega okkar umhverfi. Og þetta er tengt vísindaferðamennskunni en þá getum við sagt að þetta er svona menntunarferðamennska, getum við kallað þetta líka. Þannig að þó að við séum þannig í Sveitsett að vera jaðar milli Austurlands og Suðurlands til dæmis og jaðar í fleiri merkingum þess orðs kannski líka, þá eins og ég sagði þá höfum við ákveðin einkenni vegna þess að við viljum það kjarnans. Þannig að gera alltaf ráð fyrir því að það sé hægt að búa til einhverja kjarna, vaxtarsprota sem að eigi betur við heldur en önnur svæði, að eiga skilið frekar, að verða uppbyggingarsvæði eitthvað álíka, það er heldur bara hreinlega röng stefna. Og við höfum talað fyrir því á okkar svæði að hugsa í neti frekar heldur en höfuðból og hjálegu. Nethugsunin í samskiptum fólks og uppbygging vaxtakjarna. Og með þeim orðum ætla ég að enda minna tölu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Núna gefum við færi á því að spyrja Eyjólf eða koma með ábendingu. Mér dettur í hug kannski að misnota aðstöðu mín og spyrja, hefur þessi starfsemi sem að þið hafið komið í gang, þessar nýjungar í menntun haft áhrif á Hornafirði? Það er að segja til hækkun menntunarstigs eða stigs er eitthvað sem verði varið við í því að tala hérna í þetta. Við höfum kannski ekki beint mælingar á því, en bara ef við tala skólamenn, þá höfum við verið með 15-20 kennara í 35 ára sögu skólans, en núna bara í haust þá fjölgaði um 20 viðbót, þannig að við erum núna með á milli 40 og 50 sem eru þá starfandi við skólanum í misháu starfshlutfalli og mjög margir þeirra eru búsettir annaðhvort í Herjólfum eða þar. Þannig að þetta hefur stóra aukið atvinnumöguleika þess fólk sem vinnur í fjallamennsku. Og einn kennan sagði mér til dæmis að hann væri sennilega eini klifurmaðurinn á Íslandi sem var að launast á við það. Já, eru spurningar? Já, þarna er spurningar. María Hjalmsdóttir heiti ég. Takk fyrir gott erindi. Ég er svolítið spennt að heyra með fjallamennskunámið. Ég þekki nokkra sem hafa farið í þetta og tala mjög vel um það. Fóruð þið í sérstakt átak í kringum þessa aukningu á umsóknum og annað? Getið þið tengt af eitthvað sérstakt markaðsátak eða hvað eiginlega gerðist? Partur af þessu er að við notum
miðlana meira en við höfum gert áður, Facebook og Instagram og svo framvegis og vorum komið með mannesku fólk sem að kunni það betur heldur við sem voru frá fyrir. Já, þannig önnur spurning. Já, takk fyrir áhugavert erindi. Ég heiti Hermína. Ég langar að spyrja þennan hóp nemenda sem þá núna kannski að aukast uppruna þeirra. Er fólk sem með að íslenska uppruna eða með fólk sem að erlendu uppruna og verið að vinna þegar og sæti sér, en síðan sæti sér nefnd? Já, þetta Við verðum að fá þetta fyrir þessi útsendinguna, þá þurfum við mikrofónu. Svo myndaðum hérna fyrir þá sem er á netinu. Stór hluti af þeir sem hafa sótt til okkar eru af erlendum uppruna. En við höfum verið í smá vandræðum með að taka þá alla inn til þess að því við höfum ekki verið með námið alltaf á ensku. Við erum með framhaldsnámið á ensku, en ekki grunnnámið. Þetta er eitthvað verkefni sem við stöndum fram fyrir að ákveða hvernig við ætlum að bregðast við. En ég myndi giska á svona upp undir helmingur jafnvel fleiri að þessum nemendum væri af erlendum uppruna. Er ein spurning viðbót? Svo er ekki, þá þökkum við Eyjólfi innilega fyrir hans erindi. Dynjandi og rótækið. Staðan er þannig að við erum með svona 30 sem eru á netinu hjá okkur eða út á Facebook, fylgjast með og hvað erum við ekki 70 hér eða eitthvað álíka, þannig að þetta eru 100 mann sem eru hér þátttakendur í þessari ráðstefnu. Næstu frumalendur eru velkomnir hingað, það er sem sé Birna María Svanbjörnsdóttir lektor, Jórunn Elídóttir dósent og Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor, allar við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Það er alltaf að flytja okkur erindi sem það kalla skólaþjónusta sveitarfélaga við leik- og grunnskóla. Gjörðu svo vel, það er, kannski má segja frá því svona í framhjálpa hérna á okkar svæði hér, þá eru 5 sveitarfélög sem reka skóla og félagsþjónustu saman, þannig að við erum, þau sem starfa hér við sveitarstjórnarmál á þessu svæði eru mjög spennt að heyra hvað þær hafa fram að færa hér. Gjörið þið svo vel. Hvar finn ég þetta hérna? Hvar finn ég þetta hérna? Er þetta bara hérna? Hún tæknir mannin. Er það að fá Magnús hérna aftur hérna? Skil ekki alveg hvernig hann setti þetta upp hérna. Sittur í hvað Ok, þá getum við farið í Já, ágætu ráðstefnugestir.
bæði hér í Vík og heyrist ekki neitt í mér. Heyrist ekkert. En núna, þegar ég tala bara alveg onni. Já. Það geta bara úr. Svona. Já. Þá komið sælöll, bæði hér í Vík og þeir sem eru í streymi. Ég heiti Birna og ætla að er sem fulltrúi þessa rannsóknarhóps sem stendur á bak svona. Ég heiti Birna og ætla að flytja erindi hér fyrir hönd rannsóknarhópsins. Við erum 7 við Háskólann á Akureyri við kennardeild og meirihlutinn hér í dag. En já, erindið skólaþjónusta sveitarfélaga við leik og grunnskóla. Nú verðist bara aftur að frosi hér. Nú sem bara, já, svona. Já. Ég ætla að greina frá rannsókninni, svona markmiðum rannsóknarinnar og gagnasöfnun og svo mismunandi áherslum í þjónustunni þá sem eru niðurstöður rannsóknarinnar og skilningur og eðli ráðgjafar og ákveðin togstreita tilgang sem við rákumst á þegar við unnum í þessu. Og svo fjalla aðeins áskoranir í skólum í tengslum við skólaþjónustuna og fara sérstaklega þá að ræða fámenn sveitarfélög, einkum vegna þessara byggða sjónarmiða sem við erum að ræða hér í dag og svo velta möguleikum og hugmyndum svona framtíðar hlutverk skólaþjónustunnar. Sveitarfélög eiga að tryggja skólaþjónustu í leik- og grunnskólum og ákveða skipulagjarnar og leitast við að tryggja að hægt sé að veita hana innan skólanna sjálfra. Og sökum þess frelsis sem sveitarfélögin hafa til skipulags skólaþjónustunar þá geta þau rekið skólaþjónustu á eigin vegum eða rekið hann í samstarfi við önnur sveitarfélög eða jafnvel keypt bara þjónustu utanfrá til sinna skóla. En markmið rannsóknarinnar var semst að fá heildarmynd af umgjörð og starfsháttum skólaþjónustu sveitarfélaga, kanna stefnu og forystu, kanna starfshætti, kanna samspil skólaþjónustu við félagsþjónustu sveitarfélaga og stofnanir innan heilbrigðiskerfisins og skilgreina og finna dæmi starfshætti skólaþjónustu sem telja má líklega til að stuðla að virkum stuðningi. Og líka að greina ólíkar aðstæður eftir landshlutum, hvað varðar aðgengi að þjónustu og hvort það hefur mögulega áhrif á jafnræði barna til náms. Og það eru nánari upplýsingar þessa rannsókna á heimasíðu Háskólans á Akureyri. Við vorum með spurningalista, hluta gagnasöfnunni sem fram fór 2019-2020. Það var spurningalisti sem við sendum til allra sveitarfélaga og fengum samþykki frá 59 sveitarfélögum þátttöku. Og það var lítil svörun frá sveitarfélögum með færri en 1000 íbúa. Þannig að þau sveitarfélög sem samþykktu eða tóku þátt í þessari spurningalistakönnun voru sveitarfélög sem höfðu fræðslustjóra eða aðila í tilhlutverki hjá sér. Og meiri hluti svarenda býr við eigin skólaþjónustu með föstum starfsmönnum eða eigin skólaþjónustu í bland við aðkeypta-þjónustu. Og þriðja algengasta formið samstarf í formi byggðasamlags. Við greindum líka helstu stefnuskjölum skólaþjónustu sem birtir á vef sveitarfélaga og tókum viðtöl við forsvarsaðila skólaþjónustunnar í 5 völdum tilvikum landið, dreift landið. Og að auki gerðum við svona viðbót rauninni við þessa rannsókn. Það voru tekin viðtöl við skólastjóra í grunnskólum allra tilvikana 5 og að auki 2 tilvika í fámennum sveitarfélögum. Niðurstöðurnar hafa verið birtar í 2 skýrslum og að finna á heimasíðu Háskólans á Akureyri. Ef við bara lítum þá til
þeirra áherslna sem við sáum í rannsókninni, áherslur skólaþjónustunnar, þær svona snúast að miklu leyti greiningar, eða það mjög mikil áhersla á greiningar, við sáum við í þessum gögnum, og tiltölulega lítil áhersla á kennslufræðilega ráðgjöf til skóla, til kennara og stjórnenda, við það að byggja upp og þróa til dæmis lærdómssamfélag eða efla fagmennsku sem þá til staðar og svona stuðlar af sjálfbærni í skólana. Þannig að sérfræðiþjónusta sálfræðinga, sérkennsluráðgjafa og talmeinafræðinga svona meira ábyrrandi í starfseminni en kennslufræðileg ráðgjöf. Og enda þótt víða komið fram vilji til að breyta þessum ofangreindum áherslum, að færa áhersluna frá þessari klínísku nálgun yfir í kennslufræðilega, þá virðast aðgerðir vera fremur ómarkvissar og ekki styðjast við skýra stefnu eða sammæli milli skóla og skólaþjónustu hverju eigi að breyta og þá hvernig. Og það skortir á sameiginlegan skilning á starfsháttum og hlutverki skólaþjónustu og hugtökum tengdum henni, bæði innan þjónustunnar sjálfrar og líka milli skólaþjónustunnar og skóla. Og bara við sáum það líka þessu til stuðnings að svona umsóknar eyðublöð sem eru á heimasíðum skólaskrifstofa, þau geta gefið vísbendingar áherslur og það var stór hópur svarenda, hvort það voru 75% sem að sögðu að það væru eyðublöð til að óska eftir greiningum á vanda barna, en 60% sögðu að það væri engin umsóknarblöð til stuðning við kennara eða skóla til starfsþróunar. Þátttakendur í spurningakönnun voru beðnir að leggja mat á hversu mikla eða litla áherslu skólaþjónusta legði á að veita starfsfólki skólastuðnings sem þá talin styðja við skóla sem faglegar stofnanir. Og hér má svo yfirlit yfir það þætti sem ræður og efstur í sá þáttur sem mest áhersla var þá lögð á. Og eins og sjáu þá það efst það ráðgjöf við kennara vegna sértækra þarfa nemenda. En minnst áhersla á ráðgjöf við starfsumhverfi og ráðgjöf við þróunarverkefni í skólum. Það var mikill munur á svörum skólastjóra annars vegar og forsvarsmanna skólaþjónustu hins vegar í sambandi við frumkvæði og ráðgjöf við skólastjóra og kennslufræðilega forystu og starfsþróun kennara. Og eins og við sjáum hér, grænu súlurnar, þær eru svör frá fræðslustjórum eða forsvarsaðilum í skólaþjónustunni eða á skólaskrifstofunum. Og þarna sjáum við að þessi græna súla sem þarna sem stendur frekar oft, að þá telja þessi fræðslustjórum, helmingur fræðslustjóra telja að skólaþjónustan hafi frumkvæði að ráðgjöf til starfsþróunar. Frumkvæði að ráðgjöf til skólastjóra og kennara og skóla í heild. Meðan skólastjórarnir, bæði leik- og grunnskólastjórar, eru á öðru máli. Og þetta svolítið lýsandi fyrir svörun í rannsókninni. Það var þessi munur gjarnan á milli skólastjórana annars vegar og skólaþjónustunnar hins vegar, þó að í einstaka tilvikum var reyndar munurinn minni milli leikskólastjóra, það voru leikskólastjórar og skólaþjónusta meira á sama máli en skólastjórar grunnskóla á öðru máli. Þátttakendur í spurningakönnuninni voru beðnir að leggja mat á það hversu sammálaði væri því að skólaþjónusta sveitarfélagsins legði nú þegar áherslu á að skapa umbótamiða skólamenningu í skólum sveitarfélagsins. Og það kom í ljós þarna að það virtist ekki vera sami skilningur á merkingu hugtaksins ráðgjöf. Þótt hún kennslufræðileg og til þess fallin að efla starfsþróun kennara og skólaþróun,
eða hvort hún leið til að losa kennara jafnvel undan ábyrgð á að leita lausna fyrir barnið. Maður heyrði það aðeins hjá skólaþjónustuaðilum að þeir upplifðu það að kennara vildu gjarnan fá ráðgjöf inn í skólan, fá okkur inn í skólan, en það lítur stundum á það þannig að þá þyrftu þeir ekki að bera ábyrgð. Þá væri ráðgjafinn í rauninni ábyrgur. Og þannig virtust til dæmis skilafundir sálfræðinga til kennara gjarnan skoða sem kennslufræðilegur stuðningur. Þetta var þá túlkun skólaþjónustunnar, að skilafundir væri í rauninni kennslufræðilegur stuðningur, þó að þeir fælist einkum í einhliða skilaboðum. Vísbendingar að ráðgjöfin sé ekki samræða kennara og ráðgjafa á jafnréttisgrundvelli sem feli í sér sameiginlega leit að lausnum, heldur frekar einhvers konar forskrift sem ráðgjafinn leggur kennurum til hvernig skuli tekið á málum í hvert og eitt sinn. Þannig að það ekki þetta að það verði til þessi þekking í skólunum til að nýta það við aðrar aðstæður, kannski svipaðar aðstæður, heldur þetta þá bara ráðlegging einhver svona tiltekin tilvik hverju sinni. Og það skortur á sameiginlegum skilningi á ábyrgð og valdeflingu kennara, sem að hluta til felst í því að þeir finni til ábyrgðar við úrlausn mála og sjónarmið þeirra séu virt. Að þeir taki til sín, finni þessa skuldbindingu að þeir beri ábyrgð á að finna lausnir á þessu. Þeir séu fagaðilar í skólanum og þeir þurfi þá að finna lausnir með skólaþjónustunni og öðru starfsfólki, en það sé það frekar utanaðkomandi aðili sem taki þá þessa ábyrgð. Samstarf skólaþjónustu við félags- og heilbrigðisþjónustu. Við skoðum það og heyrðum af því í tilvikunum, sérstaklega í tilviksrannsókninni, og sáum líka í spurningakönnun að það virðist fremur lítið samstarf við önnur þjónustukerfi, eða það er félags- og heilbrigðisþjónustu. Og við gátum heyrt af svona eldveggjum eða svona einhverja tálma upplýsingaflæðis milli þessara aðila. Þó vissulega voru dæmi, mjög áhugaverð dæmi og þróunarstarf á þessu sviði. Við sáum það. En svör við opnum spurningum bera vott mjög klíniska sýn á eðli samstarfsins. Og það voru áberandi hugtök sem svarendur nota. Það nemendavandi, erfiðleikar, málefni nemenda, greiningar eða greiningateymi, greiningarúrræði, leitað úrræðum, ferlar og viðbrögð, sérkennsla, sérfræðiþjónusta og viðtöl. Það var síður þetta fyrir vandi skólans, hverju þurfum við að breyta, hvað getum við gert til að skólinn sé nemendavænn og geti tekið og unnið með öllum nemendum. En það líka svolítið að við sáum það að skólinn hefur ekki alltaf frumkvæði í þessu samstarfi. Það gjarnan félagsþjónustan sem hefur frumkvæði. En að okkar mati það gríðarlega mikilvægt að menntamálin hafi frumkvæði og beri ábyrgð í þessu samstarfi. Við lítum svo aðeins til áskorana í skólum að mæta kröfu menntun fyrir alla. Og þá sjáum við úr opnum spurningum í spurningakönnun að það þetta skortur á sérfræðiþekkingu og færni. Fólki var tíðrætt þá. Skólastjórar grunnskólana töluðu áskorun sem snýr að skorta á sérfræðiþekkingu innan skólana og þeim stuðningi sem skólaþjónustan veitir. Og það var vilji til að fá fleiri fagstéttir inn á skólana og að kalla eftir öflugri skólaþjónustu sem getur veitt sérhæfðari stuðning og stutt betur við starfsþróun kennara. Leikskólastjórarnir voru nokkuð á sama máli, en þeir töldu þó að erfiðleikar vegna skorts á leikskólakennurum væri mesti vandi leikskólanum. Og það var svolítið misjafnt eftir landsvæðum, en víða voru tiltölulega fáir faglærðir, eða voru kennaramenntaðir. Forsvarsaðilum skólaþjónustunnar tíðrætt skort á færni og þekkingu kennara
og nauðsyn þess að efla starfsþróun þeirra og fá þá til að breyta vinnubrögðum sínum með tilliti til menntunar fyrir alla. Það voru þó nokkur úr öllum þremur hópunum sem segja að áskorun finnist í að breyta viðhorfi kennara og annars starfsfólks og jafnvel skólastjóra og foreldra menntun fyrir alla. En ef við lítum þá til fámennra sveitarfélaga og þessari hliðarrannsókn, þar sem voru tekin viðtöl skólastjóra, þá sáum við það að í litlum sveitarfélögum þá virðist svona hvíla töluvert á skólastjórum. Það er svona viðfangsefni og skipulag skólaþjónustunnar hvílir á skólastjórum og svona þeir taka svolítið ábyrgðina á skólaþjónustunni í rauninni. En þar sem að til staðar svona stuðningur eða skilningur frá sveitarstjórn eða sveitarstjóra eða fræðslunefnd og að skólastjórinn fær einhvers konar umboð til að gera þetta, þá skilar það oft ágætis árangri og þá fá skólastjórarnir svona hafa tækifæri til að efla þetta til svona faglegan styrk í skólanum, fá kennara til sín, menntaði kennara og fá sérkennara og sem kunna þá logos. Þannig að það er það sem skiptir máli. Hins vegar ef stuðningurinn ekki til staðar þá gengur það verr og það virðist svona, það stendur svolítið á fellur með skólastjórum. Og það er mjög misjafnt hversu mikil sérfræðiþekking hefur verið byggð í skólanum, byggð upp. En þessi litlu sveitarfélög sækja oft og gjarnan hafa keypt þjónustu frá sálfræðingi og talmeinafræðingi og með tilkomi Ásgarðs þá sjáum við að það eru margir sem að kaupa þjónustu frá þeim, kennslufræðilega þjónustu þá sérstaklega. Og ef við skoðum það bara aðeins hver leiðin er fram á við í skólaþjónustunni, framtíðarhlutverk og skipulag, þá sjáum við að það þarf að skapa samstöðu hvað stefna þýðir í framkvæmd og hvernig er fylgt eftir. Það þarf að stuðla auknu samtali og sameiginlegri ábyrgð milli aðila innan og milli ólíkra kerfa og það þarf að skilgreina merkingu hugtaka, til dæmis eins og ráðgjöf. Það þarf að skilgreina betur eðli og hlutverk stuðnings við einstaka nemendur og til hvers eru greiningar, hvers eðlis á ráðgjöf í kjölfar greininga að vera, á hún að vera skólamiðuð eða á hún að vera klínísk og það þarf að skilgreina hlutverk skólaþjónustu að styðja við framkvæmd skólans að borði menntun fyrir alla. Og það þarf að efla þjónustu sveitarfélaganna kennslufræðilega ráðgjöf og styðja við þróunarverkefni og starfsþróun. Og þá er það bara síðasta glæran hérna svona umræðupunktar til að hafa í huga að það þarf að mæta þörfum sveitarfélaga og skóla af öllum stærðum og gerðum. Það þarf að skilgreina betur ólíkar þarfir ólíkra sveitarfélaga og samvinna sveitarfélaga til að samnýta og efla þjónustu. Það þarf að efla þessa samvinnu. Og það er mikilvægt að ræða og finna lausnir á hvernig fámenn sveitarfélög geti byggt upp öfluga skólaþjónustu. Ekki síst með tilliti til laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Og svo er það aðgerðaráætlun menntastefnu og þar er lögð áhersla á svona heildstæða skólaþjónustu og móta gæðaviðmið, það er eitthvað sem er að skoða í þessu samhengi. Birtingar, það eru tvær skýrslur komnar og það er ein grein núna sem er bara í birtingaferli hjá TUM og verður sem birt í desember og svo er önnur í farvatnum. Kæra þakkir. Takk kærlega fyrir þetta, Birna. Við hefum bara verið hérna áfram. Ég er alveg viss að það er fullt af spurningum sem hafa vaknað hérna í salnum varðandi þetta fróðlega erindi og mikilvæga. Endilega gefið merki. Meðan þið hugsið að þá langar mig að spyrja þig. Ég hef lesið einhvers staðar nýlega, einmitt í tengt vinnu við skólaþjónustu á okkar svæði að það eru tíðari greiningar hérna á Íslandi heldur en almennt í okkar heimshluta. Sá einhvers staðar að 4,4% var eitthvað meðaltal fyrir, ég man ekki hvort það var OECD eða hvað. En hérna er þetta eitthvað mikið hærra. Höfum við skýringar á því?
Já, það er rétt. Það er mjög mikið hærra. Á Íslandi er það 16,3% hlutfall barna með formlega greiningar, meðan það er 4,4% að meðaltali yfir Evrópu. Já, ég veit ekki skýringuna svo sem, nema að áherslurnar virðast einhvern veginn vera þessar að við sjáum bara í skólaþjónustunni þessi áhersla og þessa klínísku nálgun og greiningar að við viljum gjarnan fá einhversvör og teljum okkur ekki geta fjármagna kannski aðkomið að stuðningu barn nema að hafa greiningu sem að það geti verið einskýringin á því þó að það ætti ekki að vera þannig. Nú koma hendur á loft, takk fyrir þetta, 2 hendur. Takk fyrir. Ég var skrifað til dagsins, ég bara fyrir. Takk fyrir þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert og þetta með greiningarnar, ég held að segja að við erum bara að greina fleiri börn en aðrar þjóðir kannski. En heldur þú þá að allt stoppi bara þegar greiningin er komin og þá er nefnilega ætlast til einhvers og skilaböndum annað að þá er ábyrgðin ekki skýr hver henni kannski keyrir hlutina áfram. Og lendir þetta ofta foreldrum að reyna sjálf að skilgreina hvernig á að taka næstu skref. En ef það er ekki greining og það er bara einhver vandi á hana, þá er einhvern veginn reynt að vinna meira með það og þeim finnst það meira þeirra ábyrgð. Ég veit ekki hvort þú skiljið máli. Já, takk. Já, takk fyrir. Sko, það virðist vera svolítið þannig að það gerist lítið af því það er verið að bíða eftir greiningu. Og það er eins og fólk hafi trú á því að það gerist ekkert fyrir greiningin sem komin og þá sé hægt að vísa barnum til sérkennara og fá sálfræðingaskinn í dæmið en kennan er það gjarnan skúflaður frá eða hann er þá ekki megin ábyrgðaraðili því það er komin einhver annar aðili sem á þá sinna greiningum. Og þarna er Já, Reinar heiti ég. Í þjóðardeilinu þú talaði að það voru 3 hópar sem voru spurðir og það voru allir, eða einhverju öllum hópanum sem að kölluðu eftir viðhorfsbreytingu. Kennara, foreldra og jafnvel skólastjóra. Ég er að velta fyrir mér breytingu frá hvaða viðhorfi og til hvaða viðhorfs. Hvert er inntakið í kröfunni sem er að taka? Já, takk. Já, þau voru semst að vísa í það að gefa til kynna í rauninni að viðhorfið til menntunar fyrir allra væri það að það væri ekki raun og veru á ábyrgð kennara að sinna því, heldur á ábyrgð annarra sérfræðinga. Að kennari gæti ekki komið til móts og alla nemendur í kennslum, heldur einhver annar að gera það og það væri sú viðhorfsbreyting að fólk yrði að líta á þetta sem hlutverk okkar allra í skólanum. Já, hér er einn. Hæ, ég heiti Kristrún. Sko, það sem þú ert að reyna að segja er það ekki, að viðhorfið að sérfræðiþjónustan þarf að laga börnin til að skila þeim aftur normal inn í skóla. Ég er að tala íslensku þetta. Sem sagt, þú ert að segja, þau ekki fundið neinn merki það að það væri almennt verið að styðja við almennu kennsluna og bæta hana með kerfisbundnum stuðningi við kennara. Heldur ratar þetta alltaf í klíníska ferli því að þar eru peningar. Þannig að spurningin mín funduð einhverjar vísbendingar í skólaþjónustunni að þar væru góð og stöndu verkefni í gangi til þess að hjálpa kennurum að bæta almennukennslu. Sæl, takk. Já, það er alveg rétt hjá þér. Þessi hugsun að þá normalisera og laga þessi börn þegar þau passa ekki inn í skólanum sem við viljum hafa eða okkur finnst það eiga vera. Og þá þurfum við að koma einhver utanaðkomandi sem breytir börnunum, svo það passi í okkar skóla.
En já, við fundum alveg dæmi, sáum alveg dæmi í sveitarfélögum og þar sem var svona viðleitni til að leita leiða og þessum kennara fengu stuðning. Það er bara þannig. Það er einhver að reyna og sumir eru komnir aðeins nokkuð vel áleiðis meðan aðrir eru komnir styttra. En hvort það eru kannski akkurat alveg ákveðin verkefni, veit ég ekki, en það er þessi hugsun að koma inn í aðstæður og vinna með kennurum á vettvangi. Þannig að þeir öðlist þessa þekkingu og reynslu, þeir eru sérfræðingar, þeir eru fagaðilar og þeir geta þá nýtt sér þá þekkingu í skólastarfinu í heild og líka þegar þessi ákveðnu tilteknu börn hætta í skólanum að fara, að þá hafa þeir samt þessa þekkingu til að bregðast við og vinna uppbyggjandi hátt. Takk fyrir þetta frábæra innlegg. Mjög athyglisvert. Margar spurningar ég ætla að láta tvær duga. Önnur tiltölulega einföld. Mér finnst ég hafi heyrt þessa sögu sambandsleysi til sálfræðinga og kennara undanfarin 30 ár. Líka það við höfum breyst. Og þess vegna getur komið einhverja það virk þegar þú hafið þetta. Spurningin hafa þessi sérfræðingar einhverja burði til þess að veita þá ráðgjöf sem fólki finnst vantar? Stóra spurningar. Já, takk Dóra. Já, þetta er alveg rétt, þetta er ekki ný sannindi, þetta er búið að vera viðloðandi lengi að þetta sambandsleysi virðist vera á milli sálfræðinga og kennara eða svona ráðgjafa þjónustu eða skólaþjónustu kannski. Býtum við, hafa burði, akkurat, það er akkurat það. Starfsfólk, það er ofboðslega lítið kennslufræðilega ráðgjafa í skólaþjónustunni. Það er eins og þeir annarkost, þeir eru til, maður veit það, en þeir eru ekki starfandi þar. Það eru sérkennsluráðgjafar og það eru sálfræðingar að stóra meirihluta og í sömu tilvikum sem við tölum við þá var það sagt ég að við erum búin að auglýsa hvað þetta er annað til kennsluráðgjöfum, en það sækir enginn og það er alveg ómögulegt að manna þessar stöður. Þannig að það er auðvitað ein skýring, en það er það spurning, af hverju er það? Það er eitthvað sem við þurfum að komast að því líka. Já, það eru ekki fleiri hendur á lofti. Við langar kannski til bara að skjóta einu hérna í lokin. Sástu eitthvað merki þess í þessari könnun í framhaldi af þessu sem hún sagði núna síðast var hægt að meta hvernig fólki finnst ganga með fjarþjónustu, til dæmis sálfræði eða talmeinafræði og eins sástu eitthvað það að fólk sagði fyrir sig að það væri betra að stækka þessi skólaþjónustu þá fyrir stærra landsvæði eða fyrir sveitarfélög. Já, takk. Við svo sem rannsökum ekkert sérstaklega, spurðum ekkert út í fjarþjónustu. Við gerum það ekki. En já, það voru alls konar hugmyndir hjá viðmælendum og margir sáu þennan vanda og vissu af honum og voru áhyggjur yfir þessu sérstaklega þessu litlu sveitarfélögum sem hefði ekki burði til að rauninni kannski að halda út í skólaþjónustu. Og já, það voru svo sem ég er ekki með neina svona ákveðna mynd frá neinum nákvæmlega hvernig að það er vilji til að skoða þetta og leita leiða og það er talið mjög brýnt. Og það var að þessi kennslufræðilega stuðningur verði aukinn. Og þá þökkum við Birnu kærlega fyrir með glimrandi Það var svo margt í þessu sem þurfti að velta fyrir sig þannig að þetta fór aðeins fram með tíman að það voru að hafa það. Þá eigum við eftir eitt erindi hérna fyrir kaffihlé og það er hann Arnór Guðmundsson, forstjóri Menntamálastofnunar sem ætlar að ræða hérna bætta þjónustu við skóla á landsbyggðinni, forsenda jafnra tækifæra til menntunar. Og við bjóðum hann velkominn. Síðan er það kaffi og við ætlum að fá tæknimanninn til að hjálpa okkur hérna, svo þetta fari nú ekki klúður. Gjör svo vel Arnór. Já, komið sæl, ég byrji bara með að setja upp hér græjurnar. Ég bara óska
byggðayfirvöld til hamingju með þessa ráðstefnu. Þessi tímabært að tala menntun í byggðasamhengi. Í mínum huga eru menntamál mikilvægt að byggðamál. Það vita allir hvers konar samfélagið sem ekki hefur skóla. Og það dæmi sögunni eins og Hesteyri sem ekki var hægt að manna skólan, þá lagði samfélagið niður. Og eins og Eyjólfur lýsti hérna áðan, það sem að gerist líka krafturinn í samfélaginu að tengja menntunum við það. Það sem ég ætla að segja talar vel inn í það sem hefur komið fram hérna áðan, hjá Birnu og Eddu og hennar kollegum, sem snýra skólaþjónustu á landsbyggðinni og ég held að hugtakið skólaþjónusta sé kannski farið að flækjast fyrir að það eru sama ofið því sem að Birna var að lýsa hérna með sálfræðigreiningum og einstaklingsþjónustu og normaliseringu. En það þarf að skoða þetta út frá kennslufræðilegri stuðningi og stuðningi með lærdómssamfélög sem ekki það sama og einstaklingsþjónusta. Og ég sé þetta komið upp hérna. Það músin víst sem gildir þetta í það. Það gerist ekkert. Hvað séu það? Hérna. Já. Þannig að við tökum punkti fyrir menntun fyrir alla og bara vekja athygli á skýrslum hafa verið nefndar hér niðurstöður eftir fundaherferðar menntun fyrir alla og ég held að mætti kannski líka að útvíkka þetta hugtak menntun fyrir alla og segja líka menntun alls staðar á landsbyggðinni. Ég held að við höfum brugðist landsbyggðinni varðandi uppbyggingu menntunar frá því að grunnskóla var færður til sveitarfélaganna og það tímapunktur núna, 25 árum síðan, grunnskóla var færður, að huga að því bara hvernig ætlum við að byggja þessa þjónustu. Og það kemur skýrt fram í niðurstöðum þessara fundarherferðar sem allt land fyrir 5 árum síðan að kennarar kalla eftir stuðningi og sveitarfélög til að sinna menntun fyrir alla. Þegar við tala menntun fyrir alla, erum við ekki að tala bara það sem þurfa sérstaka þjónustu, fatlaðar slíkt, við erum að tala allt litróf af nemendum. Líka þeir sem eru sterkir á list- og verkgreinum, afburðanemendur og svo framvegis. Og þannig að ég ætla mér að verða að horfa á þetta og ég fagna þessari tillögu sem núna í hvítbók byggðaáætlun, það sem talað skólaþjónustu og ég held að þetta sé rétt nálgun sem þarna að horfa á tilraunaverkefni, ekki ákveða fyrirfram eitthvað eitt módel sem eigi að nota fyrir skólaþjónustu allt land, gefa okkur tíma, þetta flókið verkefni, gefa okkur tíma til þess að gera þetta vel, ígrunda þetta vel og læra alla leiðana. Nú, ef við vorum hvernig á að skilgreina skólaþjónustu, ég vil kalla menntaþjónustu frekar skólaþjónustu, að hvaða leiðir að fara til þess að skoða þróun á henni, þá held ég sé mikilvægt að horfa á þrennt. Fyrsta lagi tengst við stefnumótun, reynsla fyrri verkefnum, læra hvað hefur verið vel gert og hvað má betur fara því sem við höfum gert áður, og síðan erlenda fyrirmyndir. Þá er ekki við að við eigum að kaupa, taka beint inn, flytja inn einhver erlenda fyrirmyndir, heldur að læra þeim og aðlaga að aðstæðum hérna á Íslandi. Nú varðandi tengst við stefnumótun, þá setjum ég hvítbókina byggðamál þarna í miðjuna því við erum að tala byggðamál, en það eru ákveðin samhljómur þarna á milli, þegar við horfum aðgerð á hverju menntastefnu 2030, það sams konar tillaga ég var að sýna áðan varðandi skólaþjónustuna og
Nú, þetta er mikill lærdómur sem má draga af menntun fyrir alla sem dregið saman í skýrslu sem Háskólinn á Akureyri vann og nýrri grein í Netflix eftir marga sem hér inni sem fjallar þetta. Og síðan líka núna kom út fyrir 2 árum mjög vönduð skýrsla starfsþróun kennara. Og ég sitt hér ásamt Þórði frá Samfélaginu og fleirum í hópi sem ætlað að útfæra eina tillögu þessari skýrslu sem snýr að uppbyggingu skólaþjónustu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla til stuðnings við starfsþróun kennara. Þannig að þetta risaverkefni en ég ætla að koma aðeins inn á eftir hvernig við erum kannski að nálgast það út frá að skoða erlenda fyrirmyndir. Það margt annað sem þessu hópur að skoða og verður útfært nánar. Nú, síðan stórmál sem ég held að með svona sé rétt að vakna við núna sem þessi nýja löggjöf samþættingu þjónusta þá farsældar barna. Þar svona risaverkefni sem á að innleiða til þess að styðja við velferð barna sem gott og þarft. En ég held að verða að skoða það í samhengi við hlutverk skóla, því þar skólum ætlað mjög stórt hlutverk varðandi velferðarþjónustu og ég óttast að ef menn spilning í varðandi menntaþjónustu, þá verði hún undir þessu samhengi. Þá ég ekki að segja að það sé ekki mikilvægt að horfa á velferð, ég segja að það verður að horfa á menntaþjónustuna á hennar forsendum. Varðandi reynsla fyrir verkefnum að þá nefni ég bara 2 sem ég hef haft aðkomu á. Það æðir á síðan að ég var í menntamálaráðuneytinu og kom það verkefni varðandi þekkingarsetur á landsbyggðinni. Við verkefni á Háskólasetur Vestfjarða, Egilsstöðum, Húsavík og víðar. Og þetta var ákveðin þróun, þetta var stutt að byggðaáætlun og samstarfið iðnaðarráðuneyti. Þannig að það var mikil gróska. Síðan þessi skýrsla sem við myndin af kom út 2010 og þá var búið að greina 189 setur og með 860 manns í 550 stöðugildum og velta var 500 milljarðar. Þetta var 2010, ég hef ekki fylgst með hvað það gerst síðan. En það mikil gróska, en maður þurfa að spyrja sig þarf ekki eitthvað samhengur þess að ná meiri krafti út úr þessu. Varðandi læsinsverkefnið, þá lauk því formlega núna á síðasta ári. En ég ætla bara að taka einn punkt út í verkefnið, þjóðarsáttmála læsis, sem sjálfsagt ennþá gildi, það sveitarfélög skrifuð undir þjóðarsáttmála læsis. Það það að Menntamálastofnun þróaði ýmis tæki til þess að styðja við skóla. Og þið þekkið kannski flest lesfimiprófin sem núna lögð fyrir að 90% nemenda taka 3 ári í grunnskólum. Það tæki sem fyrir kennara og við vildum fylgja því eftir og styðja við kennara að nýta sér sem niðurstöður. En okkur skortir viðmælendur á vettvangi. Og það held ég að skólaþjónusta sé lykil, eða menntaþjónusta sveitarfélaga sé lykil að við getum ekki sem Menntamálastofnun farið inn í hvað skóla talað við hvað kennara. Það hlutverk standardinnar einingar sem verður að vera þar. Þannig að þetta punktur úr læsisverkefninu. Nú, þá loks varðandi erlenda fyrirmyndir að þá erum við í þessu hópi sem ég nefndi áðan skólaþjónustu og starfsþróun kennara að velta fyrir okkur erlendu fyrirmyndir. Og kannski 2 bara punktar úr þessu sem þessi 2 dæmi sem við höfum að skoða frá Wales, Noregi og Finnlandi eiga sameiginlegt. Það það að þau horfa á menntakerfið sem flókin kerfi. Þau eru flókin, en margir aðilar, margir þættir á mörgum stigum sem koma þar saman. Hitt að við þurfum að horfa á ekki bara skólana sem lærdómsstofnanir, við þurfum að horfa á
kerfis er lærdómsferli. Þetta kannski það þema sem að gengur í gegn þessi verkefni í öðrum löndum. Nú, hérna mynd sem ég stafl og grein eftir Óskars og fleiri til þess að gefa okkur mynd af menntakerfinu. Þetta er mjög einföldu mynd af því og þegar við tala flókin kerfi þá að þetta eru ólíku stig, það ríki, sveitarfélög, skólan sem stofnun, námsrými fyrir kennara og síðan nemandi. Já, ég haf mikið eftir, þannig að ég fara hrættir í sögu, allavega þetta ákveðin mynd af menntakerfinu. Síðan og fyrir þess að bara gera langsögu stunda, þá held ég að mikil atriði til þess að byggja upp svona heildstætt kerfi að byggja upp styrk á öllum stigum eða burði eins og myndi hér áðan, capacity. Hvaða burði hefur ríkið eða sitt hefur það til vera? Hvaða burði hefur hafa sveitarfélögin, menntaþjónusta þeirra, skólaþjónusta og síðan skólarnir. Og síðan þetta stýring og samhæfing. Þetta svona líka lærdómur af erlendum fyrirmyndum. Nú, bara mjög hratt yfir sögu, það sem getur kannski lært frá Wales að þetta er skýr markmið og áhersla á til hvers menntaþjónusta. Hún til þess að efla árangur allra nemenda. Við viljum svo betri námsárangur og við viljum tryggja gæða kennslu og nám og styðja efla skólastundir. Og við þurfum að læra í þessu ferli. Þetta umbóta hringur. Við þurfum að meta, skipuleggja, framkvæma og meta aftur. Þannig að þetta ákveðin lærdómsferli sem verða að fara í gegn og ég nefni þetta til þess að hvetja Byggðastofnun þegar við fara af stað með þetta skólaþjónustuverkefni að horfa hvernig við ætlum að læra þessu, hvernig þessi lærdómsferli. Og bara til Noreg þá dæmi við varum hrætt yfir sögu að þar getum við lært hvernig þeir horfa á miðlun fjármagns. Að ríkið miðlar fjármagni til sveitarfélaga og skóla til þess að byggja upp starfsþróun. Þeir horfa á hæfni kennara fyrst og fremst og miðla fjármagni til þess að efla þannig. Finnland, þetta tilraunaverkefni, það sem kannski Finnarnir að gera áherslu, það það sem við talaðum á hana, þeir að skoða þetta ferli, hvað getur ríkið gert, hvað getur sveitarfélög gert, skólarnir sem lærdómsferli, þannig með þess að tala saman. Þetta mjög hratt farið yfir. Það nefnir bara aðeins áherslu Menntamálastofnunar. Við erum þarna efst uppi, þessi ríkisaðili og það er mikilvægt að við fara af stað með verkefni sem ég held að sé mjög spennandi núna að þróa skólaþjónustuna. Við tala ekki en við ætlum að taka framhaldsskólann sem þetta flækjumál ennþá meira. Það vilji til þess. Sveitarfélögin munu kannski hafa áhuga á því líka og ég veit hvað Eyjólfur segir það. En setja skýr markmið og aðgerðabundið. Það tala bara það sem fyrirmyndir frá Wales að menn setja upp ferli þannig að við getum lært á leiðinni. Þessi 3 ár að gera mistök, að við þurfum að vera vakandi og tilbúin að læra mistökum og hafa hennar sveigjanleika. Það ólík fyrirmynd, ólíkt kerfi sem henta fyrir hvers sveitarfélag. Og það ekki þannig að við séum eitthvað fyrirfram ákveðið módel. Setjum upp svæðbundið kerfi eins og Wales. Það heldur sér ekki leiðin hér. Kannski ekki eins og svæðbundið. Kannski þetta bara samstarf skóla sem standa svipað út allt land. Eins og menn hafa uppbyggt upp fjarmennta skóla, það lítilla framhaldsskóla á landsbyggðinni. Og setja það stuðning við það. En menn þurfa að prófa ólík módel og læra á leiðinni. Og þess að segja, þannig það bara dæmi hlutverk. Við höfum ekki þetta skýrt hlutverk margt samkvæmt lögum, en ég ætla að segja
æskilegt að verði horft á auki stuðning frá okkur við skólaþjónustu og þróun, það sem í samstarfi við sveitarfélög og háskóla, dreifingu gögnum, það kennarráð starfsendurstofnunarinnar, aðalnámsmenn verða ákveðinn grunnur að þessu, það er mikið gerð núna í náms- og gæðamati sem að held ég muni styðja með betur við skólamenn að leggja niður saman próf, fara í annars konar matsferil og innra og ytra matið, gæðamatið. Og loks kannski sérstaklega nefni ég þá framhaldsskólann að þar verður að horfa sérstaklega á það og við Menntamálastofnun hefur það líka ákveðið hlutverk sem snýr að þróun námskrár þar og við rekum námskrár grunn og styðjum við skólanum að þróa nýja námsleiðir og við erum núna með hlutverk varðandi starfsnámið með rafræna ferlbók og svo framvegis. Þetta mjög hratt farið við sögum, verkefni ég segja að ég er búin að fá þér rautt spjald, en takk fyrir. Innilega þakkir. Arnór, það var nú ekki rautt spjald sko, það var einmynd eftir, þetta er ekki nú gult. En við höfum tíma fyrir smá fyrirspurnir áður en við förum í kaffi. Eitthvað sem þið viljið spyrja Arnór að eða nefna í framhald af erindi hans. Ég er með jú þetta spurning. Já, sannlega Víðir Karlsson heiti ég á Vesturlandi, frá Vesturlandi. Nú hefur íslenska skólakerfið eða grunnskólarnir sérstaklega, þetta er einhver dýrustu grunnskólar í heimi og bæta mikið í frá aldamótum getum við sagt. Árangurinn í PISA-könnunum hefur bara verið niður á við og einkum á landsbyggðinni. Hafið þið einhverja skoðun á orsökum þess eða hafið þið rannsakað það eitthvað sérstaklega og mun og sú sýn einhverju leyti koma fram í þeirri þjónustu sem við erum að þróa fyrir skólan, vítt og breitt um land. Takk. Já, þetta er flókin spurning og ég held að ég kannski verð að lýsa það á því minni skoðun. Ég held að þetta það þarf að rannsaka. Ég held að grunnurinn, ég held að leiða að halda það fram, að grunnurinn skoða grunninn í flutningi grunnskóla til sveitarfélaga. Og ég ekki að segja að það hafi verið slæmt að gera það. Ég að segja að menn hafi ekki fylgt í nægilega vel eftir. Við stóðum mjög vel í PISA og landsbyggðin stóð mjög víða vel árið 2000 þegar PISA var fyrst lagt fyrir. Og sveitarfélög sem Skagafjörður sem skoruðu fram úr í náttúruvíkleinu. Þannig að það er höfuðborgin. Og þannig ég held að ég myndi vilja horfa á hvað gerðist varðandi skólaþjónustuna þegar grunnskólinn var fluttur. Og voru áður fræðslustjórar sem veitt á öflug starfsmenntun fyrir kennara. Við voru hérna 5 vikur bara á Ljósavatni á intensívum námskeiðum og svo voru skipulag fyrir út frá ákveðnum þörfum og greining á þeim. Og þannig að ég held að síðan þegar að tala þjóðfélagsbreytingar og mikla breytingar í menntakerfinu varðandi löggjöf og námskrá á þessu tímabili. En ég myndi vilja horfa í grunninn á skólaþjónustuna og stuðning við kennara sem fagstétt. Og þessa bara eins og Birna var að lýsa, þannig að skort á kennslufræðinu stuðningi við kennara í skóla sem lærtum samfélag. Og ástæðan fyrir þessu er mikla fjármagn eftir þessi stóru, þetta bara við að fyrir kostnaður við alla þessi einstaklingsþjónustu og sem hægt var að leysa með öðrum hætti ef að kennararnir og skólarnir fengi viðeigandi stuðning sem takast á við. Þetta er svona, já, það var mín skoðun. Ég er ekki að segja að ég hef alveg gott þetta rannsóknarheimildir fyrir þetta.
Eru fleiri? Þarna hendi á lofti. Takk fyrir. Sigríður heiti ég. Mér langaði að spyrja það aðeins út í hvernig þú getur aðeins sagt betur hvernig þú sér fyrir hlutverk Menntamálastofnunar í þeirri vegferð sem þú myndi varst að lýsa á fyrir. Já, ég var svona fór rætt yfir þessi hlutverk sem að við höfum. Ég held að hlutverk Menntamálastofnunar ekki að miðstýra eða stýra uppbyggingu skólaþjónustu og starfi kennara eða í skólum. Ég held að við erum fyrst og fremst svona stuðningsaðili. Okkar viðskiptavinur, svo má segja, eiga að vera menntaða skólaþjónustu sveitarfélaga og kennara. Þannig að ég held að okkar hlutverk að vera svona, með þessa innviði sem þarf, sem felst í stuðning þá við skólakennara varðandi náms- og gæðamat. Þannig að þeir fá ákveðin tæki frá okkur eins og þessi lesfélagspróf og við viljum útvíkka þau líka fyrir stærðfræði og náttúrufræði og list og verkefni líka helst. Þannig að við fáum þá þessi námsmannstæki, það sé líka þá samstarf þetta lærdomsferli að menn skoði hvernig ætlum við fara að stað með þetta verkefni að meta það, að við séum að styðja við þá skóla og sveitarfélög varðandi þeirra innra mat á sína starfi og þá veita aðhald með úttektum og síðan varðandi námskrána. Við erum komið ákveð verkefni núna við bæði þróun námskránar og innleiðingu og að þróa námskrána þannig að hún verði sem best vinnutæki fyrir kennara og skóla og þannig að og stuðla að innleiðing á henni. Eins og núna námskráin feikilega opin og víð, það kostur einhver leyti. En ég held að hún sé náttúrulega ofvíð það varðar sem vinnutæki fyrir kennara. Við eigum sjá líka grunnskóla fyrir námsefni. Það heldur líka stórlut. Ég held að megi skoða hvernig það að þróast í tengslu við námskrána og það mögulega líka fyrir framhaldsskóla. Og við erum núna þegar nokkuð stuðningskerfi við framhaldsskóla sem snýr að þróun námsbrauta. Ég var að lýsa hérna í hátíðinni þegar hann þróa námsbrautir fyrir ferðaþjónustu að þá ákveð samstarf okkar varðandi uppbyggingu á þeim námsbrautum og við erum líka komið nokkuð stórt hlutverk varðandi eflingu starfsnáms. Hvernig skipulagt bæði vinna við starfsmanna ráðum að skilgreina efnikröfur í ólíkum greinum og síðan þá líka stuðning við verknám á vettvangi. Þá samstarfi fyrirtæki hvernig þetta meta með rafrænni fyrirbók námi. Það sem mjög mikilvægt þessar landsbyggðinni að til eflingar starfsmanns að nemendur þar geti tekið sitt verknám hjá fyrirtækjum og þá gefur þeir rafrænni fyrirbók þar sem eru kröfur og skilgreindar og fyrirtæki merkja við hvar þessi nemendur hafi fengið að uppfylla fengið á þjálfinni fyrir hæfni sem hann hafa í sínu verknámi. Þetta svona, rótdráttum. Já, þá held ég við þakkum Arnóri innilega fyrir hans innlegg hér. Og kæru ráðstefnugestir, nú komið að kaffi sem mikilvægur þáttur í öllu ráðstefnuhaldi, standa upp, liðka sig, spjalla og láta sér detta eitthvað merkilegt í hug sem að leikir áfram menntamálum á Íslandi. Ég segi líka við ykkur sem eru heima við tölvurnar standið upp og athugið hvort ekki kaffi og brúsa fram í eldhúsi. Sjáumst korter í 4. Þegar klukkuna vantar korter í 4.
Sæl Álfhildur. Hæ. Það verið að smala í salinn? Já. Heyrist ekki ágætlega í mér? Við skulum aðeins prófa bara að heyra vita hvernig heyrast í þér. Segja eitthvað. Heyrðu í mér núna? Ok, má ég pröfa að deila skjánum fyrst við höfum smá tíma? Halló. Kæru ráðstefnugestir. Þá ráðstefnunni framhaldið eftir frábæran kaffitíma og gott spjall, margar hugmyndir sem kviknuðu og lausnir á vandamálum komu fram. Nú erum við komin að þeim lið í dagskránni að við skiptum þema. Nú það sem sé þema 2 sem menntun án staðsetningar. Og þar það hún Álfhildur Leifsdóttir, grunnskólakennari og ráðgjafi í Skagafirði sem komin inn í fjarfundakerfi hjá okkur og klár í að kynna fyrir okkur erindi sitt sem menntun sem kostar, sparnaður fyrir samfélagið. Og þá ætla ég bara að bjóða þér að gjöra svo vel, Álfhildur. Takk kærlega fyrir. Komið sæl, ég Álfhildur Leifsdóttir, kennari við Árskóla á Sauðárkróki, hvar ég starfa minn 13. vetur. Mér þykir leitt að geta ekki verið með ykkur í raunheimum á metnaðarfullri byggðarráðstefnunni, en þökk sé tækninni þá ég hérna á skjánum. Ég hef mikinn áhuga á breyttum kennsluháttum með tilkomu tækni í kennslu og hef nýtt hana síðustu 8 árin í kennslustofunni með mjög jákvæðum breytingum að mér finnst. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þeim tækifærum sem verða til í kennslunni með tækni og hvernig ég sé hana ýta undir jafnrétti til náms. Fyrirgefðu Álfhildur, kannski stoppaði aðeins á, við ætlum aðeins að laga þetta til. Eða ég með hérna sérlegan tæknimann sem ætlar að gera það, ég veit ekkert hvað hann að gera. En bara hinkrum aðeins, ekkert mál.
Kannski prófar að tala núna? Teljum að þetta sé komið. Álfhildur kannski bara aðeins að heyri þér. Já, heyri mig núna. Heyrum hátt og skýrt. Ljómandi og glærurnar sjást. Og flott mynd af þér. Stórglæsileg. Gjörðu svo vel. Takk. Já, þá held ég áfram. Ég er svo heppin að fara í skóla víða um land með innlegg í endurmenntun kennara. Og í einni slíkri ferð á... Þú ertu búin að setja, Ertu búin að setja glærur? Setja glærur, ertu búin að skara? Já, ég er búin að því. Svona. Það pröfum aftur. Það er komið. Sjástu núna? Þú tókst það út. Prófa að séra þess aftur. Þetta var komið hjá þér, þannig að... Prófa að deila aftur. Já. Þetta koma. Núna teljum við þetta sé komið. Nei, betur já. Þetta sér að regla vitlega sem skjá. Einhverjum inni sem veit meira þetta heldur en við? Já, þetta er einhverjum hennar, hjá henni, sko. Já. Nú er þetta komið rétt. Er þetta glæran, Þetta er glæran. Ok. Álfhildur mín, ég held að þetta sé bara komið, segir mér þá. Við skulum vona það. Þá bara tökum við 3. Já, ég er svo heppin að fara í skóla víða um land með endurmenntun fyrir aðra kennara og í einni slíkri ferð þá fór ég með vinnustofur breytta kennsluhætti með tilkomu tækni eins og hafði verið óskað eftir. Og eftir þann dag kom til mín kennari sem þakkaði mig fyrir en sagði að það væri eiginlega ömurlegt að fá mig. Og ég var svona frekar hissa en skildi viðkomandi fullkomlega þegar hann sagði ástæðuna, þú skilur eftir mikla þekkingu en við eigum engin verkfæri hér til að nýta hana. Það voru nánast engin tæki í skólanum og mjög slakt net. Og þessi orð kennarans vöktu mig til umhugsunar mismunandi aðbúnað nemenda til náms eftir áherslum sveitarfélaga og stjórnendum skóla. Getum við ekki gert betur þarna til að stuðla að jafnrétti til náms? Hefðbundið skólastarf hefur frá áratugum innihaldið mikið bóknám og vinnubókavinnu, lærdómsstaðreinda, en tímarnir hafa breyst. Nemendur okkar í dag tileinka sér lærdóm með allt öðrum hætti heldur en fyrir kynslóðir, einmitt með auknu aðgengni að upplýsingum í gegnum tækni. Nám er þannig að breytast frá því að muna allt sem að lesið yfir í að vera flinkur að afla sér þeirrar þekkingar sem viðkomandi þarf hverju sinni. En skólarnir hafa breyst svona frekar hægar heldur en annað í kringum okkur. Hér sáum við skólastofu fyrir svona 60 árum síðan, það er að segja glæra mín sést. Núna er mögulega komin svona tústafla og skjávarpi inn í skólastofuna og kennarinn kannski með aðeins annan fatastíl, en annað hefur breyst allt og lítið síðustu áratugi þar til núna með 4. iðnbyltingunni og aukinni tækni í skólastarfi. Því að tæknin, hún opnar á endalausa möguleika í námi. Ef að nemandi fær hugmynd, þá veitir tæknin honum aðgang að myndavél sem gefur gríðarlega möguleika í verkefnavinnu og sköpun, alls konar rafbókum tengdum hans áhuga sviði eða náminu, striga til að teikna eða mála á, eigin bókaútgáfu, hann hefur aðgang að hljómsveit, upptökustúdíói, kvikmyndaveri, alls konar heila leikfimi eins og að tefla eða forrita. Hann getur ferðast heiminn og út í geim. Hann getur hannað hvaðina sem honum dettur í hug og búið til prótótýpur af hönnuninni. Hann getur skapað á fjölbreytta vegu og hann hefur aðgang að endalausri þekkingu ef að forvitni hans er vakin.
Auðvitað hefur alltaf verið sköpun í námi okkar hérlendis. Við höfum sem betur fer haldið í verkgreinar eins og smíðar, textíl, myndlist og matreiðslu sem víða var hægt að kenna erlendis en að koma aftur núna ásamt fleiri svona verkgreinum undir heitinu makerspace eða hönnunarsmiðjur. Nám einstaklinga með námserfiðleika hefur breyst gríðarlega með tilkomu tækjanna. Bara það geta nýtt sér talgervill til að hlusta á námsefni og geta skila verkefnum munnlega með raddupptökum í stað þess að skrifa á blað. Það jafnar gríðarlega það bil sem að óneitanlega myndast milli einstaklinga með námserfiðleika og þeirra sem kljást ekki við slíkt. Því að þekking og ímyndunarafl nemenda með námserfiðleika ekki minna heldur en annarra, en þau geta bara komið hvoru tveggja svo margfalt betur til skila með tækninni. En innleiðing á tækni hefur í för með sér breytta kennsluhætti og þær breytingar, þær ættu að búa nemendur betur undir það umhverfi sem þau koma til með að lifa og starfa í. Þessi kynslóð nemenda fæðist inn í samfélag sem undirlagt af tækni og það okkar að kenna þeim að nýta sér tæknina til náms. Kennsla þar sem tæknin hefur fengið pláss, hún hefur í auknum mæli fæst frá þessari staðalímynd að kennarinn standi alvitur upp við töflu og nemendur skrifi staðreyndir og læri þær utanaf, yfir í svona lærdómssamfélag innan skólastofunar eða utan hennar með fjarnámi, þar sem nemendur og kennarar að læra saman, grípa það sem passar hverju sinni og bæta þannig við færni sína. Þarna eru kennarar fyrst og fremst að horfa á hæfniviðmið, hvaða hæfniviðmið á að vinna með, svo hvaða námsefni best til þess fallið að ná þeim hæfniviðmið og svo að lokum styður tæknin við nemendur til þess að vinna með þessi hæfniviðmið. Það þarf ekki alltaf að vera, en vissulega gera það oft. Kennslan þannig ekki bara fjölbreyttari og höfða til fleiri nemenda, heldur getur kennari líka fengið niðurstöður og námsgetu nemenda jafnvel bara í lok kennslustundarinnar. Hann getur þannig samstundir séð hvort námsefni skilaði sér rétt til nemendana, því að það augljóst ef það eru margir nemendur sem ekki að ná námsefninu, þá þarf kennarinn að gera betur, koma námsefninu öðruvísi frá sér eða nýta aðra leiðir til að koma þeim til skila. Hann þarf ekkert að bíða eftir að fá þessa niðurstöður úr skriflegu prófi jafnvel mörgum vikum eftir að námsefnið var kennt. Þetta þýðir svona skilvirkari og betri yfirferð á námsefninu, betri kennsla. Þegar þessar leiðir og margar fleiri eru nýttar með tækjum, þá erum við, að mínu viti, farin að tala raunverulega einstaklingsmiðað nám. Tækin ekkert í stöðugri notkun, þau eru bara eitt af mörgum verkfærum í náminu. Og það sem skiptir mestu máli að sjálfstraust nemenda með námserfiðleika eykst hratt og örugglega leið og vanmáttur sem einhæf notkun á blýanti og blaði getur valdið minnkar. Þannig standa þeir nemendur frekar jafnvættisfélögum sínum og jafnvel framar á sumum sviðum sem bara áður fengu að geta njóta sín. En hluti þróunar í námi með tækni fjarnám og það nú þegar stór þáttur á efri skólastigum sérstaklega og í dreifðari byggðum landsins og með ljósleiðaravættu í Íslandi þá slakt net víðast úr sögunni og fjarnám vel mögulegt. En þó það hafi verið sums staðar í boði undanfarin ár, þá setti COVID marga skóla í þá stöðu að gera mun betur þar og vonandi sú þróun komin til að vera. Því það mikið jafnréttismál og mikið byggðamál því að fjarnám opnar námsleiðir fyrir fólk óháð búsetu og eflir því menntasti í dreifðari byggðum. Í fjarnámið fer fólk sem mögulega myndi ekkert annars sækja sér aukna menntun vegna fjarlægðar við skóla, atvinnu eða fjölskylduaðstæðna. Og þannig spilar fjarnám stórt hlutverk í jafnrétti til náms. En með fjarnáminu líka tækifæri til dæmis til að auka miðlæga kennslu í grunnskólanum þannig að nemandi á Höfn geti kosið að læra spænsku eða eitthvað þriðja tungumál hjá kennara á Ísafirði. Eða nemendur hvaðan af landinu geti lært forritun hjá kennara sem starfar án staðsetningar. Nýbúar hvar sem þeir eru búsettir ætti að fá markvissa íslensku kennslu á skjánum. Eflum þannig fjarnámið og aukum námsframboð grunnskólanemenda óháð búsetu þannig að þeir geti fundið og stutt við sína styrkleika. Ísland upplýsingatæknisamfélag og tæknin hefur vissulega teygt sig inn í grunnskólana þó að það sé ekki beinlínis gerð krafa það í aðalnámskrá eða ríkið hafi haft afskipti af því. Það vegna frumkvöðla í skólastarfi og öflugra teyma innan skólana, fagfólks, sem tengist sterkum böndum, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla eða á vettvangi endurmenntunar, sem þetta mikilvæga þróunarstarf hefur átt sér stað.
Áhugi sumra kennara svo mikill að þeir hafa farið ótrúlegustu leiðir til að tækjavæða skólastofuna, til dæmis leigt út sal í skólanum sínum, svo að sé hægt að fjármagna tækjakaup ef að stuðningur frá viðkomandi sveitarfélagi ekki til staðar. En vissulega hafa sum sveitarfélög stokkið á vagninn og stutt við uppbyggingu innviða á skólana, svo þessi þróunina geti átt sér stað. Og þar sem það hefur gerst, þá hefur þessi þróunarvinna ekki farið af stað þunglamalega eða verið hæg þróun eins og oft verða, heldur hröð og öflug þróun sem styrkir fjölbreytileika í skólastarfi og sjálfstæði nemenda í námi. Þessi þróun hefur að mínu mati skilað svo miklu í námi nemenda og starfi kennara að það full ástæða til að jafna aðgengi skólasamfélagsins að þeim innviðum sem þarf í þessa vegferð. Tæki í skólastofunar að mínu mati öflugt verkfæri sem stuðlar að jafnrétti til náms. Skólar landsins misbúnir af tækjum eftir áherslum hvers sveitarfélags. Það eru pólitískar ákvarðanir hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig, hvernig skólamálum háttað og þær áherslur misjafnar, enda oft bara horft eitt kjörtímabil fram í tímann. Mörg sveitarfélög hafa ekki sett mikla innspýtingu í fræðsluþjónustu frá niðurskurðar árum eftir hrun og nú vofir yfir áfram niðurskurður þrátt fyrir auknar kröfur betra nám. En meiri kröfur og minna fjármagn vinnur sjaldnast vel saman. Sveitarfélög og stjórnendur skóla ættu í forgangsröð sinni að vera meðvituð að búa skólana sína vel, bæði af mannauði og tækjum sem á öðrum verkfærum sem stuðla að góðu námi og ýta þannig undir jafnrétti í hverju skólastofu. Og hugsanlega þarf ríkið að koma að slíku verkefni í gegnum byggðaáætlun. En jafnrétti til náms snýst ekki eingöngu verkfæri í skólastofunni. Í nýrri menntastefnu segir skólar og aðrar menntastofnanir taki mið af þörfum, getu og hæfni sérhvers nemenda og vinni út frá styrkleikum og áhuga hvers og eins. Samfélaginu ber skylda til þess að hlúa sem besta velferð barna og ungmenna og tryggja öllum tækifæri til þess að þroskast og dafna á eigin forsendum innan menntakerfisins. Og til þess að þetta verði, þá þarf að tryggja aðgengi nemenda ákveðinni þjónustu. Allir nemendur eiga eftir þörfum að hafa aðgang að menntuðum kennurum, náms- og starfsráðgjöfum, sálfræðingum og öðru fagfólki og félagsþjónustu, óháð sínum félagslega bakgrunni eða búsetu. Í dreifðari byggðum sérfræði þjónusta oft stopul og stuðningur við kennara eða stjórnendur getur verið að skornum skammti í dreifbýli og það getur oft verið erfitt að ráða fólk með rétta menntun eða nægilega reynslu í sérfræði þjónustu. Þessa þjónustu þarf að stórefla og auka aðgengi nemenda að fagfólki óháð staðsetningu, en það einmitt hægt með tækni. Áskoranir í skólasamfélaginu eru margar og það búið að fara yfir þær hérna í fyrri erindum einmitt. Við stöndum fram fyrir kennaraskorti, læsi nemenda þarf að bæta, PISA-niðurstöður standi ekki undir væntingum, það efla nýbúakennslu, brottfall drengja á námi umtalsvert og 75% þeirra sem útskarast úr háskólanámi eru konur. Það ólíklegt að þetta og fleira breytist ef við höldum bara áfram að gera hlutina með sama hætti og við höfum gert síðustu áratugi. Þess vegna fagna ég þeim breytingum að til dæmis samræmd próf hafi verið aflögð og fjölbreyttir matskvarðar komið til með að taka við. Því fyrirlög samræmdra prófa var dýr en á sama tíma mælduðu ekki lengur það sem skólastarf nútímas snýst að stóru leyti eins og tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði og samvinnu og nám sem undirbýr nemendur fyrir þeirra framtíð en ekki okkar fortíð. En það var kjark til að breyta því sem alltaf hefur verið og við stöndum frammi fyrir því að breytinga greinilega þörf. Það eru margir kennarar fullir af eldmóði og tilbúnir í þessar breytingar og margir farnir af stað en þurfa kannski meiri stuðning. Og í kennslustofum landsins þá verða til magnaðir hlutir daglega og margir litlir sigrar. Eftir kynni mín af kennslu með tækni, þá myndi ég ekki vilja að snúa aftur til fyrri kennsluhátta og ég held að sé óhætt að segja að nemendur mínir myndi ekki heldur vilja það. Ávinningurinn fyrir bæði nemendur og kennara svo gríðarlega mikill. Kennarar þurfa ekki að vera sérfræðingar í tækni, þeir þurfa hins vegar að fá stuðning við notkun hennar og þeir þurfa að veita nemendum frelsið til að nýta hana. Menntakerfið hér á landi, það hefur allt til þess að vera framúrskarandi, bæði vegna mannauðsins sem hér starfar og líka vegna svona viðráðanlegrar stærðar sinnar eða smæðar. Breytingar taka styttri tíma í því umhverfi og ættu að gefa ákveðið forskot. En það sem vantar upp á aukið samtal sameiginlega sýn sem menntakerfið þarf að búa að fyrir unga fólki okkar
til að búa þau sem best undir þeirra framtíð, óháð búsetu, með jafnrétti til náms að leiðarljósi. Góðir skólar kosta vissulega, en menntun má og á að kosta. Því til langs tíma þá kostar það samfélagið margfalt meira að útskrifa nemendur úr skólakerfinu sem eru illa undirbúnir fyrir sína framtíð. Þess vegna mikilvægt að tryggja jafnrétti til náms og aðgengi nemenda að sérfræðiþjónustu á námsárum sínum. Það eiga öll börn og ungmenni rétt á því að byrja á sama reit, óháð baklandi eða búsetu. Þannig verða tækifæri nemenda þessa lands raunverulega jöfn og þar jafnar tæknin leikinn. Takk fyrir mig. Já, innilega þakkir Álfhildur. Best að viðurkenna það að það var aðeins truflanir hérna, en við náðum svona megininntakinu eitthvað síður og við erum búin að greina hvað vandamáli var. Það eru allir á netinu hérna inni og það bara var overload á netinu, það ekki flokknar en það. Ég skil. Þannig að við förum sparlega með netinu að við erum með fólk hérna á skjánum. En við erum tilbúin í spurningar og ég legg til að þið gefum við merki að þið viljið spyrja hana Álfhildi, afsakaðu, að einhverju og ég legg til að þið komið bara hérna upp, þá sér hún ykkur líka. Já, endilega. Stækkum á skjánum. Viljið þið koma inn í þetta eitthvað? Viljið þið spyrja hana Álfhildi? Ég spyr Álfhildi, er ekki gott veður í Skagafirði? Það er ævinlega gott veður og fallegt í Skagafirði. Já, hér er komið spurning, gjörðu svo vel. Komdu bara hérna upp. Þá getur þú horft hérna í myndavélina og spurt hana Álfhildi beint. Og fært fram þína spurningu, gjörðu svo vel. Daginn, ég heiti Vilhjálmur og er forstöðumaður vöruhús og fabrásmiðju Hornafjarðar. Þú talar Makerspace. Eru þið með slíka smiðju hjá ykkur? Í Árskóla? Já. Nei, við búum reyndar svo vel að FabLab á Sauðárkróki er hinum yfir götuna. Þannig að við höfum nýtt okkur það óspart en eru svona smátt og smátt að koma okkur upp ýmsum verkfærum þó við séum ekki búin að búa til pláss fyrir það ennþá. En það má segja frá því samt að Árskóli er 370 nemenda skóli og þar er hver einasti nemandi með iPad fyrir sig, þess að iPad 1 á 1 eins og kallað er. Og mögulega erum við svona fyrst í skólan þessari stærðargráðu til að ná þeim árangri, eða já. Og þetta er orðið mjög tamt verkfæri í skólastofunni að nýta sér tæknina. En ég tala líka bara þetta eins og eitt af verkfærunum, það er gripið til þess þegar það henta best, en það snýst ekki allt tæknina, það snýst allt hæfni nemenda. Takk fyrir þetta og við erum hérna með annan fyrirspyrjanda, gjörðu svo vel. Sæl, takk fyrir mjög áhugavert erindi. Ég er María Hjálmarsdóttir, ég er foreldri 2 9 ára barna sem er í grunnskóla og ég er líka hérna í stjórn Byggðastofnunar. Hvernig gengur að kenna kóngum og drottningum í skólanum að tileinkja sér tæknina? Ég hef heyrt allt og margar sögur þar sem að fólk kemur ungt og ferskt og með rosalega eldmóð og búin að læra og tileinkja sér fullt af alls konar nýjungum og ætlar að innleiða það en svo er það slegið niður af kóngum og drottningum sem eru þarna innan veggja skólans. Já, takk. Og þá áttu væntanlega við kennara sem eru kóngar og drottningar. Já, þetta er mjög góð spurning sem ég er erfitt með að svara því ég er svo ótrúlega heppin að andrúmsloftið í Árskóla það er svo jákvætt gagnvart þessu og þar er fólk á öllum aldri og við vitum náttúrulega að kennarastéttin er að eldast og auðvitað er þetta fyrir marga ókveikjandi en þá skiptir bara öllu máli að það sé stuðningur við fólk að það sé endurmenntun sem að snýra þessu og það sé þessi stuðningur og ég segi alltaf að ég sé rótari í Árskóla af því að ég sé tæknimálin að stóru leyti þannig að ég er alltaf í hlaupaskónum að stökkva til ef eitthvað klikkar því að það er ekki hægt að ætlast til þess að fólk sé sérfræðingar í öllu sem varðar tækni
Og það líka ákveðin stuðningur, að það sé einhver sem hægt að hóa í ef allt stopp og ekki bara með 40 krakka öskrandi í skólastofunni að reyna að laga eitthvað. Þannig að þetta á stórum hluta, þá hvaða orðir koma frá stjórnendum, hvernig andrúmsloftið lagt þar upp og stuðningu við kennara. Því að það að setja tækin í skólastofuna á þess að kenna á þau eða veita þennan stuðning, það lítill tilgangur í því. Þau eru heppin að hafa þig, bara glæsilegt. Takk fyrir þetta. Þá þökkum við Álfhildi innanlega fyrir hennar framlag hér og biðjum fyrir bestu kveðjur í Skagafjörð. Hér eru allir í banastuði líka á Suðurlandi og hittumst heil. Takk fyrir. Kærar þakkir. Og þá komið hér á næsta erindi og líklega verður það flutt á ensku, þó ég ekki viss. En nú skulum við vita hvort náum ekki sambandi hérna við hann Sean Michael Scully. Hann líklega á Zoom eða hvað? Það ekki rétt skil hjá mér? Þannig að Mr. Zoom, can you help me please? Veitum hvort hann líklega staddur á Akureyri? Já, hann ætti þá að vera bara geta talað, sko. Það eru bara tveir hérna inn á fundinum, það bara ég og þú. Já, það bara við tveir, vinir. Já, vinir. Þannig að hann ekki hér, vitið þið eitthvað hérna? Ok, við bara höldum ró okkar. Athugum hvort við finnum hann Michael Scully. Þannig að það spurning hvort að Sigríður finnur ekki út úr því. Við erum með svona tæknihlé, það einu myndu, svoleiðis. Ef við náum ekki sambandi við að Michael alveg bráðlega, þá bara breytum við í dagskránni og flytjum aðeins til. Höfum það sem plan B, það ekki? Ég held að það sé málið. En við teljum að hann sé ekki á línunni. Þannig að nú ætla ég bara aðeins að kanna hérna hvort að Jón Torfi tilbúinn. Þannig að með samþykki ráðstefnugesta þá held ég að við förum í plan B sem sem sé að færa til frummælendur. Annað eins hefur verið gert. Jón Torfi hokinn af reynslu. Þannig að það hefur allt gerst á þeim landstefnum sem hann hefur sótt ævina sem hann getur klikkað. Þannig að hann veit örugglega dæmi þess. En ég held að ég sé þá ekkert að tala neitt mikið meira þetta, heldur bara við bjóðum Jón Torfa hjartanlega velkominn með sitt erindi og hann ætlar að Jón Torfi Jónasson, prófessor emeritus, menntavísindasviði Háskóla Íslands, hann ætlar að ræða hérna við okkur gagnfræðaskóla fyrir framtíðina. Gjörðu svo vel, Jón Torfi. Þakkaði fyrir Ágúst. Við unnum saman hríð við Ágúst, það var æðislega gott að vinna með þér. Gott að vera komin í samband við þig aftur. Mér langar líka til að nefna það að ég átti mjög gott sumarfrí. Meðal annars fór ég hérna upp í Þakgil í æðislegu veðri og upp í Remundargil og Rúknagil og það svo gaman að vera á þessu svæði hérna upp frá. Þannig að ég, fyrir ykkur sem ekki hafa verið þarna, það ráðleggja það eindregið að koma að fara þarna upp í. Og það seinasta því mér að hugsa til þess Eyjólfur var að tala hérna áðan að ég var spurður núna í snemma hausts hvort ég geti nefnt einhverja svona virkilega áhugaverða framhaldsskóla á Íslandi og ég hef nú fylgst svolítið með þeim og þetta fannst ósanngjarnt.
En ég nefndi 2 sem væri virkilega þess virði að kynna sér vegna þess að þeir eru svo dýnamískir og ég er svo spennandi. Og annar er menntaskólinn á Tröllaskaga og hinn er FAS. Og ég held að sé alveg sérstaklega hann svona áréttaði það með því sem hann sagði frá þessu verkefni og ýmsu sem það gera. Það er einhver dýnamík þarna sem maður vildi hafa í sem flestum skólum. Nú, ég er með þetta erindi sem var eiginlega, titillinn var eiginlega lagður upp í hendurnar á mér af kollega og það ég get ekki. Menntun án staðsetningar, þetta vaðist ekkert fyrir mér, þá til fór að hugsa hvað þetta þýddi og það, eftir því sem ég hugsa meira en það versta meira fyrir mér. Og svo gagnfræðaskóli fyrir framtíðina sem ég fannst æðislega góð titill, en svo velti ég fyrir mér hvað þýðir gagnfræðaskóli og hvað þýðir fyrir framtíðina. Þannig allt þetta velti eiginlega fyrir mér og þið sjáu hvernig það svona, því vindur fram. Og mér er svolítið skemmtilegt að tala inn í umhverfið þar sem það standa svona ólíkir aðilar á þessu og þá er þetta svona einhver samfélagsleg áskorun sem felst í því að tala til hóps sem eru þessir aðilar sem þarna eru frá Byggðastofnun og til hreppsins, Mýrdalshrepsins. Nú alltaf sé rætur og ég ætla ekki að staldra við þetta vegna sem ég myndi gera það við hverja einustu glæru. Hugmyndin gagnfræðaskóla er í raun og frá píetistunum þar sem átt að stofna skóla sem tengdist raunveruleikanum, realskúli. Og síðan eru það realskólir á dönsku og norsku og sænsku og svo framvegis sem það átt að vera praktískir. Og orðið á íslensku er æðislegt orð. Gagnfræðamenntun. Eitthvað menntun sem kemur að gagni. Svo þróaðist þetta yfir í tiltekna gagnfræðaskóla og svo gagnfræðastigið og svo var það einhvern tengt verkmannsdeildunum en ég ætla ekki að staldra við það þó að það sé mjög áhugavert. En síðan kemur spurningin það hvað var eða er gagnlegt og hvað það staðsett. Nú er í menntun án staðsetningar. Og sennilega áhugaverðasta breytingin í þessum anda þegar 1905 lögin bændaskóla og búnaðarmál var sett. Þar sem búnaðarskólanum sem átti að sinna landbúnaðar, menntun fyrir landbúnaðar, var breytt í bændaskóla. Sem var bara allt önnur hugmynd. Það átti að mennta bændur og vonandi eitthvað á landbúnað en aðalega átti að mennta bændur í einhverju sem var gagnlegt fyrir þá. Þetta er skemmtileg umræða. Og svo koma lýðskólarnir og lýðháskólarnir tengjast þessu. Jónas frá Hriflu náttúrulega stóð fyrir að mörgu leyti þó að það var komin á stað. Ég má ekki staldra við þetta. Og svo samvinnuskólinn sem er kannski einn gagnlegasta hugmynd sem hefur verið þróað, svo við vitum hvernig hann er þróað saman af svona lausum skóla yfir í framhaldsskóla, yfir í forstigháskóla og svo framvegis. Og svo erum við með staðbundna skóla, við erum með umræðunum þéttbýlisskólana og svo farskólarnir í sveitunum og svo jafnvel heimafræðsluna og þá erum við með þessa umræðum hvað er staðbundið og hvað er fjarri í þessari íslensku skólasögu. Starfsmenntunin er kapítuli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í þá uppáhaldsumræðum mín að segja starfsmenntun flyst inn í skólana í heila öld frá seinni hluta 19. aldar en ætti sennilega núna að flytja út úr skólanum aftur. Það væri hið eðlilega til þess að hún væri dýnamísk. En þannig allt þetta mætti ræða í þessu samhengi en hvaða máli skipta þessar rætur og þá kem ég að þessu sem tengist að sumuleyti sem Álfhildur nefndi og fleiri. Sko, erum við kannski að tala sama skipulagið og sömu viðfangsefni og var fyrir 100 árum síðan. Hefur þetta eiginlega ekkert mikið breyst. Eru nákvæmlega sömu atriðin gagnleg þá og nú og jafnvel næstu 40-50 árin. Og sumir virðast halda að það sé þannig. Og kennt við sömu aðstæður. Og þá svara sumir því að því virðist játandi. Nú, ég hef dálítið langt mál tíma rýma hjá æviferil, ég ætla ekki að staldra við það, bara að segja, sko, menntun án staðsendingar getur verið óháð stað, þó ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Ef ég er í venjulegu framhaldsskóla en læri svo einhvers staðar allt annar staðar, ég þá í fjarnámi eða ég bara að læra annar staðar fyrir þann skóla.
Þið skiljið, það hægt að búa til alls konar flækjur. Svo hvort að menntunin, sko að námið fer fram óháð tíma, eins og stundum talað í sambandi við fjarkennsluna, og nú orðið óháð æviskeiði. Það ákveðinir hluti sem að þarf að læra, til dæmis að nota tölvurnar og það þarf maður að læra á öllum æviskeiðum. Það eiginlega ekki bundið einhverju maður að læra í barnaskóla eða gagnfræðaskóla eða háskóla eða einhvers staðar. Maður þarf að læra það bara þegar það kemur og þá þarf maður að ná tökum á því. Þannig að það er hægt að tala menntun á staðsetningar á marga vegu. En kannski ræður viðfangsefnið mest það hvað fyrirkomulega hentar best. Og þá ætla ég bara að nefna að ég verið að kvarta yfir því núna bara í dag við bæði Kolbrúnu sem var við öðrum samfélagingað. Sko í gær var ég með erindi leikskólan og var upptekinn af honum hvernig hann þróast. Síðan tala Kolbrún við mig fjarkennslu á háskólastigi og þá átta mig á því að það á ekki endilega við að tala eins alla skóla. Ég verð að passa mig á því. Stundum ég að tala leikskóla kannski og stundum háskólastigi og það á bara ekki það sama við. En hvað það, hvernig ræður viðfangsefni því hvernig við tölum menntun án staðsetningar? Og síðan sem ég kvarta mjög yfir og ég bara segi þá opið og ég leyfi mér það svona aldursvegna, ég svona með stikkfrí. Menn alltaf að reyna að tala að breyta verklaginu en gera alltaf ráð fyrir sama inntakinu. Þegar ég held að ætti að snúa þessu við. Verklagi, það alveg sama hvað verklamenn nota ef menn vilja kenna úrelt efni. Og þannig að spurningin hvort það sé ekki aðal viðfangsefni okkar. Það að skoða hvort við erum endurnýjað verkefni. Nú framtíðina, þá spurning hvernig við tölum það, hvað í gangi í kringum okkur, hvernig við tölum framtíðina í tengslum við menntun og hvaða kröfur gerir framtíðin til breytinga og þróunir í skólastarfi. Og nefni ég það að ég geri ekki ráð fyrir því þegar ég tala framtíðin og þróun, það verði neitt rosalega breytingar á skólunum og skólakerfinu. Og stundum halda menn að skólinn hverfi eða breytist og ég víka því hér á eftir, en hann mun ekki gera það nema hann endurnýi sig ekki, þá verður hann bara úreltur. Og ég hef svona áhyggjur á því og það eiginlega inntakið sem ég að vísa í þarna. Nú eitthvað sem allir þekkjum framtíðin og ég má ekki staldra við það vegna þó að það skipti gríðarlegu máli, hvað margt að breytast í senn. Það talað fjórðu iðnbyltinguna, hún bara einn partur af þessu. Það breytt atvinnulífið, það að breytast alveg gríðarlega hratt. Ofurnýting dýrmætra jarðefna sem kallar áskorun fyrir okkar unga fólk að finna alls konar lausnir á þeim málum. Loftslagsbreytingarna, breytingar í náttúrunni, fólksflutningar, menningarbreytingar, breytingar bernsku, breytingar samskiptamáta og ofurtengingar með allra heima. Skiljiði, það má halda þann endalaust áfram. Allt þetta að breytast á rosalegum hraða sem ég víkað hér á eftir, en svo eins og sumt sé ekkert að breytast. Við tölum til dæmis eins skólana eins og við gerðum 1960 eða 70. Og svo þetta að ég held að ótrúlega mörg hefðbundi verkefni skólans getum við sett í hendur tækninnar og skólinn svo snúi sér bara öðru. Staðan fyrir að nota tæknin alltaf til að kenna einhverja hluti sem ætti ekki að vera að kenna lengur. Og þegar við horfum til framtíðar að þá vitum við ótrúlega margt breytingarnar og þær verða miklar og þær verða sífellt hraðari. Þetta líka eitthvað sem fólk á erfitt með að höndla, meðal annars ég. Og það samt ennþá fleira sem við vitum lítið, ekki það að vísu rétt, ég viðurkenni það mikið sem við vitum. Og á vettvangi skólamála ættum við að leggja miklu meira á okkur til að skyggnast inn í framtíðina þessu leyti. En við erum vakandi fyrir tvennu, hvaða þætti þróunin jaðarsetur í lífi okkar, til dæmis í skólastarfi, og þá allt í einu farin að horfa á tæknina gjörólíkum augum og ég gerði fyrir 30 árum síðan þegar ég var að predika það við notum tæknina mér í skólastarfi. Nú erum við að skoða hvernig jaðarsetur hún allt mögulegt sem okkur finnst skipta máli í lífinu, manneskjuna, náttúruna og svo framvegis. Og svo hyggja vel á nútíðinni, það bara þegar margt mikið breyst sem við verðum að sinna sennilega miklu betur í menntakerfinu heldur en við gerum. Og öll þessi umræða skóla fyrir alla og menntunan aðgreiningar dregur það auðvitað fram. Hvað margt þar skiptir máli. Nú að þessi mynd sem mjög margir þekkja Moore-lögmálið, þróun reiknigetunnar
Og eina sem þessi mynd á að sýna, ég ætla ekki að fara inn í þróun tölvutækninnar, þetta er bara dæmi það hvað hlutirnir hafa verið að breytast reglulega í undanfarin 60-70 ár og munu halda áfram að breytast reglulega, reyndar með alltaf sífellt meira hraða, hvaða málefni sem við fjöllum. Breytingarna verða sífellt hraðari og af hvaða merki gerir fólk sér grein fyrir þessu eða leiðir þetta bara hjá sér, þetta er of flókið. Og ég meina það eru þarna ábendingar það hvað reiknigetan er að margfaldast ótrúlega á stuttum tíma. Og það er reiknigetan í öllum tölvum er orðin svo mikil að við þurfum eiginlega ekkert að gaumgjafa það lengur. Takmörkin eru bara hvaða hugmyndaflug markaðurinn hefur til þess að þróa hlutina og nú er ég að tala markaðinn í jákvæðum skilningi, þar að segja hann hefur mikið hugmyndaflug og er að koma stöðugt með ný verkfæri sem til dæmis allt sem við getum kennt ára barni núna verður fullkomlega úrelt þegar það er orðið 17 ára. Skiljiði, breytingarnar eru þannig að það er engin ástæða til að kenna allir með ungu fólki mikið á tölvur. Og það er svo margt sem kemur þarna inn eins og allstaðar eru mikil þróun í gervigreindinni, í rafleikjunum þegar við fylgst með þessum miklu atburðum hérna í Laugardalshöllinni, alheimsráðstefnur, rafleikjastefnur. Nú sýndarveruleikinn verður dundrandi öflugur. Þú setur bara gleru og lítil börn og leiðir þinn í fullkomlega nýja heima. Gagnvirkt efni, nýjar kynslóðir vefja og vefmiðla. Skiljiði, við getum endalaust haldið áfram. Þetta er í mikilli framþróun. Og þá er spurningi hvernig við hugsum þetta tengt skólakerfinu og svona lítur kerfið út eða leit út kannski miðja síðustu öld, 1960-70 og við vorum með grunnskóla sem smám saman teygði úr sér og svo framhaldsskóla. Þetta var svona fyrir mjög stóran hluta þjóðarinnar og svo bara fór maður út í atvinnulífið. Og þessi skóli þurfti að undirbúa fólkið undir atvinnulífið og við spyrjum hvað þarf að vera þarna til þess að undirbúningurinn undir atvinnulífið sé góður. En bíðum við. Þetta átti vel við áður, en hvað núna þegar við siglum inn í annan fjórðung 21. aldar? Jú, við erum núna með leikskóla, við erum með grunnskóla, við erum með framhaldsskóla, við erum með háskóla, en hvað kemur svo? Nú bara áframhald. Við erum endalaust námskeið og endurnýjun og við skiptum störf og við þurfum bara að bæta við okkur. Þannig að það sem gerist í grunnskólanum er ekkert loka skrefið í undirbúningi eitthvað að komi aldrei neitt meir. En það er alveg ótrúlega margir sem hugsa menntun og skólan og hvað þarf að vera inni eins og það sé verið að tala efri myndin. En að það vita að það er ekki svona, en samt hugsum við mörg svona. Ég held ég sé hættur því en það er ekkert auðvelt. Nú, síðan eins og nefnt var að hérna áðan að það er gríðarlega mikil umræðir í gangi út allt. Það er OECD með hugmyndir hvað gerist næstu 10 árin, UNESCO, við erum með nýja skólastefnu, það er verkefni sem heitir Atlantic Rim Collaboratory og því ég veit bæði Arnór og Svandís eru þau virk inni. 5, ok. Og svo eru fleiri og það, ég ætla bara að nefna hérna neðsta verkefni. Það eru, og Reykjavík er líka í City Infusion sem er æðislega spennandi verkefni finnst mér. Og svo er Education Future verkefni, það kemur skýrsla frá UNESCO sem kemur á 25 ára fresti, hún kemur núna í nóvember og þeir eru búin að setja á netið mikið á efninu sem þar skiptir máli. Þetta er alveg rosalega frjó umræða það hvað skóli næstu 25-30 ára að eigi að fást við. Þannig að það er mjög mikil umræði í gangi og spurningin hvernig hún fléttast inn í okkar hugmyndir og umræðu. Nú veganestið, þá hvert er veganestið sem skólinn á að veita til framtíðar og það snýst þá markmið starfsins að hvað marki á að veita veganesti og undir þá hvað og það er þá inntækið sem skiptir máli en ekki endilega verklagið. Það er inntækið sem þarf að þróast og það er að þróast mikið. Og það skiptir síðan máli hverjir eru bakkjarlarnir, það er að segja skólarnir sem standa þarna bakvið. Nú síðan er kafli sem ég skal ætla að sleppa, Ágúst gaf mér þetta ágæta myndi mig á það, en ég ætla hvort sem er að sleppa því. Það er sem meinlokurnar í umræðu skólamál, þær eru ótrúlegar, þær eru sterkar og krefjast þess að séu rættar. Það er svo, ég ætla ekki að fara út í þær, en það er svo mikil vitleysa í gangi. En
En þetta, ég geti rökstuttar, skiljiði, hverjar þeir eru. En sko, þetta vil ég segja íslenska skólakerfi. Það stendur sig almennt vel, finnst mér. Það skil alveg ótrúlega mörgu öflugu fólki, hvar sem í listum, í vísindum, í þróunarstarfi, í sköpun, í íþróttum, víða, hvar sem lítið Bara flottu fólki, hvort sem það skólakerfi sem ábyrgt fyrir því, ég veit það ekki í öllu. En síðan veikleikinn, það misjöfn aðstaða barna og unglinga, samt sem áður stærsta brotalömin og hún virðist enn mjög alvarleg eins og kom hér fram áðan. Hún alvarleg og mér finnst að verða að taka á því. Og við höfum það hugfast að öll viðleitni til samræmingar, einhverjum prófa og efnis, hefur grunninn verið til að jafna aðstöðu nemenda, barna. Alveg frá 1930, eina frá Hardbó, 1740. Sko það var að jafna aðstöðu barna í landinu. Og ég bendi á það líka hvað við erum næstum ótrúlega laus við kerfislega samræmingu sem krefst hliðvörslu og mismununar miðað við öll önnur kerfi. Inntakið, eins og Arnór nefndi, það kemur námskráin 2011 og hún opin og víð og krefst eina mikilla leiðsagnar en hún opnar meira heldur en ég sé í námskrám til dæmis nágrannalanda okkar. Hún að því leyti mjög flott. Og það auðvitað ýmsar leiðir til að þróa inntakið og ég ætla ekki að staldra við þær hérna en bara það sem Eyjólfur nefndi, sko leiðin sem þið fóruð var eiginlega leið sem við langaði til þess að nefna. Það að segja hvernig maður leitar út í umhverfi sitt og nýtir þá fagmennskuna og sérfræðina og dýnamíkina í nærumhverfinu til að búa til nýja hluti. Mér finnst það æðislega flott leið. Svo hérna, var ég að skjóta þessu inn, þetta tímafrekt, ég verið svo gaman að þurfum við hlöður til að geyma hey, sko, af því að nú eru hlöður allt land endur nýjaðar og endur nýttar og við þurfum þess auðvitað ekki en við þurfum samt að geyma heyið og svo sjáum við núna héraðsskólana, Núpum, Laugar eru starfandi, Eiðum, Reykjum, Reykholti, Reykjanesi, Hallonstað, Laugavatni, Skógum, þetta eru allt flottir skólar en staðsetningin var einhvern veginn ekki rétt. Svo langar mig til að nefna bara, ég skrifaði bók eða hefti upp 1990 í framhaldi af framtíðar hugleiðingum ríkisstjórnarinnar sem þá var 25 ár fram í tímann og ég var beðinn að segja hvernig menntamálin væri þróast og því var gaukað af mér að ég væri fengið til þess að gera það að því ég var svo vel inn í tæknimálum. Ég var það raunar. Og ég gæti útskipt fyrir fólki, hvers vegna skóla þyrfti ekki 2010. Vegna þess að tölvurnar myndu taka allt yfir. Og þetta var þú ert betri í að útskýra það heldur en aðrir heldur. Ég til allra hamingju gerði ekki ráð fyrir eiginlega neinu breytingu sem reyndi svo rétt. En ég hefði viljað sjá meiri breytingar en ekki af þessu tagi. Og ég náttúrulega, þetta rifjast stöðugt upp. En ekkert bendir til annars en að skólar, húsnæði og margvísleg aðstæða verði til að vera til reiðu. Það verður einhver infrastruktúr að vera til reiðu einhver staðar til þess að starfið gangi almennilega fyrir sér. Og það gildir ekki það sama hey og menntun barna. En ég hef komið inn í æðislega hlöður sem er endurinnréttaðar víða. Og styrkleiki íslenskra kerfisins miðað við önnur felst bæði í ramma inntak og stofnana hlutverkið þess. Stofnunin skólastofnunin skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að hún gegnir svo mörgum hlutverkum. Menn segja, heyrðu, getum við ekki gert þetta einhvers staðar annars staðar? Það bara ekki hægt vegna þess að takið leikskóla. Ég meina, hann skapar umhverfi fyrir barn til þess að þroskast og leika sér og nú leit ég fram hjá þessu að þetta ekki marga glæpur eftir. En sko bara átt að sjá því hvað skólastofnun hefur mörg hlutverk, ekki bara að kenna reikning. Og við sjáum það í COVID að þá áttuðu sumir sig á því að þannig var það í raun. Og umræðum framtíð og verkefni skólans verður að mínum að færa sem fyrst frá þröngri gamall og sínum hlutverk hans sem var mótuð snemma á síðustu öld, raunar miklu fyrr, og yfir í aukin hlutverk eða nýjan skilning á hlutverki skólans.
að sumu leyti að færa umræðuna upp úr 19. öldinni yfir á þá 21. Og það krefst skilnings á breyttu inntaki, fjölþættu markmiðum skólans og margslungnu hlutverki hans sem menntastofnunar. Talaði gagnfræði en líka gagnmennta fólk. Við ættum sennilega að ýta til hliðar hugmyndin gagnfræði, beina sjónum að gagnmenntun, fræðahugtakið of þröngt, einhvern til þess að komast upp úr því þrönga fari sem hefð og umræða hefur skapað. Freisting sumra til þess að færa skólan yfir á netið. Nú var ég að hugsa leikskólan þegar ég skrifaði þetta, ég verði að viðurkenna það. En ekki allt, sko, skiljið. Mér fannst núna að ég bara gat ekki breytt þessu, þetta óþægilega sterkt til orða tekið. Byggir á algjörlega úreltum hugmyndum hvað menntun snýst, eða raunar ætti að snúast. Það vottaði fyrir þeim misskilningi 1985 sem ég nefndi hérna áðan. Hann var næstum úr sögunni 2010, en auðvitað örlar á honum af og til. Það svo ótal margt sem að kynna sér og ná tökum á án þess að vera háður tíma og rúmi, en það gildir aldeilis ekki allt og kannski fæst af því sem mestu máli skiptir. Þetta úr sveitinni. Þinni, það ekki Ágúst? Landmannalaugum og Jökulgilskvíslunni. Kæra þakkir. Já, kæra þakkir, Jón Torfi. Við skulum kanna með hvort það ekki spurningar eða annað. Þú fórst aðeins yfir tíman að það plássur einu spurningum. Eða svo? Má ég svo glæra með svona mjóstir? Má ég þetta mynda? Ég má fá alltaf glæra. Alltaf glæra verða gerðar aðgengilegar að loknu þessar ráðstefnur þekki. Ekki einhver sem kinkar kollið í því? Já, þú ættir að ræða það við fyrirlesum. Hér spurning. Komdu bara hérna upp, það nálgast. Nei, Vilhjálmur, ég finnst svo frábær kynning hjá þér. Mér langar að spyrja, þú talar tækniframfarir og þróun í tækniframförum þannig að þetta bara verða beint upp á við. Spurningin við erum að sjá í framtíðinni að tækni að gera það störf að breytast og jafnvel hverfa. Og hvernig getur skólakerfið undirbúið sig fyrir þetta og verið tilbúið þannig að það myndist ekki þessi ójöfnur milli þeirra sem eru finna í skólakerfinu og eru þá að þjónusta slíka hluti og þeir sem verða undir. Ágúst, þú áttur ekki að leiða nefnum spurningu. Þessi á verðinni, sko. En eitt af því sem ég ætla bara að segja, skólakerfið verður bara að breytast. En við verðum að gera greinarmun á starfsmenntun. Starfsmenntun, ég talaði að færa hann út úr skólanum, störfin breytast svo hratt að það verður að vera stöðu endurnýjun í öllum starfsgreinum og mörgar starfsgreinar eru farnar að taka upp slíka endurmenntun inn í fyrirtækjum og öðru. En skólakerfið getur sinnt öðrum hlutverkum eins og það til dæmis bara menntunar hlutverkinu sem það verður aðeins að beina sjónum sínum að því sem það á að vera að gera. Lestu bara lögin grunnskóla. Það þarf ekki þeirra námskránum. Lögin grunnskóla gefa alveg skýra mynd af því til hver skólinn Það ekkert flókið. Það að byggja upp manneskjurnar. Þess vegna ég líka að tala það að skólinn ætti kannski, til dæmis þrátt fyrir það sem ég hef verið að kvarta yfir, ekkert síður bara sinna nútíðinni. Og ég hef til dæmis sagt í leikskóla, fólk verið bara með nútíman. Börnin sem eru hjá okkur núna, ekkert að hugsa framtíðinu. Það besti undirbúningur undir framtíðinu. Og ég náttúrulega segi síðan við öll skólastigin í guðanna bænum hlusta ekki á skólastigi fyrir ofan ykkur. Því að hafið sjálfstætt hlutverk, þá eru þið miklu líklegri til að gera góða hluti. Tala við kennara mjög víða, þá hafa þeir virkilega góðar hugmyndir hvað myndi nýtast börnunum best. Og það alls ekki úrelt sjónarmið það hvað var mjög gagnleg þekking miðja 20. öld.
Já, ekki að segja svona. Svo þetta upptökunar ekki geymdar, það. Gefnar út. Takk fyrir Jón Torfi kærlega. Við gefum Jóni Torfa. Nú, þessi ráðstefna okkar, hún þannig að við erum leið og hún fer fram að þá erum við að prófa sérstaklega tilraun á því hvað getur farið úrskeiðis á svona ráðstefnu tæknilega. Þetta bara flott. Svona getur þetta gengið. Meira að segja internetið fór út á Akureyri. Þannig að Mr. Scully, hann gat ekki verið með okkur. En nú hann komin upp í háskóla, sýnist mér. Welcome, Mr. Scully. Thank you. It's a pleasure to have you. Munt þú flytja erindið þitt á íslensku eða munt þú nota ensku? Ensku. Ensku. Og erindi hans Scully, það nefnist High Quality Hands-on Science Instruction for the Engaging Remote Students. You're most welcome and the floor is yours. Thank you, sir. Can you hear me okay? Sorry. Can you hear me? We hear you loud and clearly. Excellent. So technology works. Okay, so I'd like to thank you guys for having me. I really wish I could have been there in person. Unfortunately, my youngest just got diagnosed with coronavirus. I'm actually supposed to be at home right now, but the internet does not work in my home for some reason. Weird. Anyway, so I wanted to talk to you all about a little bit this afternoon was sort of developing instruction for some of our students that learn remotely. Now, obviously, because of the situation with the pandemic, we've had a number of challenges in the classroom in terms of actually getting students to physically show up at university, let alone the situations in primary and secondary schools. So at the University of Akureyri, we've been sort of engaged in distance education for the past 20 years. So one of the fun challenges, I think, is actually thinking about how we can sort of put actual science tools in the hands of students that live in the east part of Iceland, that live in the West Fjords, that maybe live in Reykjavik, for those that actually can't come to Akureyri. So in order to actually think about what types of experiments we can actually do with students with the facilities that they have at home, I think we need to think a little bit about the types of criteria we need to fulfill such that we're actually sort of meeting our obligations as educators. So first and foremost, and this I think is very important, if we're talking about doing laboratory activities at home, the experiences that students need to be authentic. So it needs to be as similar to actually doing things in a real laboratory as humanly possible. Additionally, whatever materials that you either send to students or they acquire themselves, or if you're talking about sort of having teachers in primary schools or secondary schools do experiments, the materials need to be readily available, and they also need to be incredibly inexpensive. So this is, of course, a tremendous challenge and often perceived as a major barrier for doing science instruction in schools, whether they're well-equipped or not, whether they're remote or in one of the urban areas in Iceland. Additionally, there's an added caveat. Anything that students do at home needs to be inherently safe. So, gone are the days where we can, have students playing around with mercury and chloroform. So we need to sort of engineer our hands-on science experiments such that they are not only safe in a laboratory environment, but also safe in the home environment. Now, fortunately for us, with a little bit of know-how, there's actually quite a lot that we can do with students at home. So there's quite a lot of inexpensive labware made out of everyone's favorite plastic, polypropylene. We can also get things like X-Acto knives and modify those into some rather sophisticated tools for doing science at home. Syringes, which could be purchased in an apothec anywhere in Iceland, are also incredibly inexpensive and available, and so on and so forth. So to sort of put this into practice, what I did last year during the pandemic is I was charged with teaching a course in cell biology at Menntaskóli á Akureyri. And to sort of give the students a little bit more experience with hands-on science, I thought it would be really fun if we could, actually do an experiment with different tissues and organs, in this case from fish. Unfortunately, we couldn't meet in person because of the pandemic. So what I decided to do was to actually send students in the mail some different tests that they could actually do on different organs from fish at home. So what me and my teaching assistants did is we actually packed up a number of these small Eppendorf tubes
with different assay materials. And we actually put the fish guts that we nicely homogenized in a blender, and we mailed them to the students. And this worked reasonably well. Most of the students received their materials in 2 to 3 days, and it went pretty well dealing with the mail. There were a couple students in the outlying areas that actually didn't receive their materials for after about a week or so, but we just kind of made it work. Now, to actually facilitate this experiment, I thought it would be nice if actually we sort of maintained sort of the look and the feel of actually meeting for a laboratory session. So what we did was we met with the students via Zoom, and basically just sort of did the experiments in small groups. So once the students actually got over the initial gross factor of working with fish homogenates, they actually got to the business of actually doing the different tests to sort of figure out what types of enzymatic activities are present in each one of the organs. So the students were provided with intestine homogenate, stomach homogenate, pancreas homogenate, and so on and so forth. And this actually worked really, really well. And the students actually got very, very good results with this very simple at-home setup. The challenge would, of course, be to make this more quantitative. This experiment works really well from a qualitative, does it work or does it not work perspective. But, can we make it quantitative? And the answer is, I think, yes. So what I decided to do was I actually decided to take this sort of really basic experimental design and recycle it for my first year university students. I believe in recycling, and my teaching is an example of how much I believe in recycling. So I basically sort of repeated the experiment, same basic setup, except I worked out some quantitative elements where students could actually quantify how quickly particular enzymatic reactions went using their smartphones. What actually amazed me was actually just in an elementary school last week, and I was actually really surprised to see every student with a smartphone in their hand in between lessons. Maybe I shouldn't be surprised. Maybe I'm a little bit too far removed from the current generation. But this is a really important and powerful tool for getting hands-on science to students. We can take advantage of some of the really basic functionalities of the smartphone to actually make experiments quantitative. Now, to demonstrate this, I actually did a slightly more sophisticated experimental design last autumn with my students who take my second-year biochemistry course. Now, one of the experiments that they always do in this course and have done for the past 10 years is they try to isolate a protein from egg white. In this case, it's an enzyme called lysozyme. It serves some basic immunofunctionality, and be that as it may, it's a very interesting enzyme that students can actually isolate at home. Now, to do this, basically what I did was I sent every student in the class a syringe, which basically sort of replicated or sort of was an analog for the types of protein separations that I have my university students do. Instead of giving them a glass column, they just get the same material except present in a syringe. And so we mailed each student one of these bags of materials that we could actually do this protein separation in. Now, normally when we have the students in the lab, they'll actually stand in class and we'll actually separate the protein and collect fractions and do all of this stuff in class. Now, instead, what we did was we met via Zoom. We had several breakout sessions where I just met with small groups of students and supervised their protein separations at home. And this actually went surprisingly well, all things considered. It was the first time I'd actually tried this. Now, the trick is to actually work in quantitative elements into this. So normally when I've got the students in the classroom, we have them measure protein. And there's a very inexpensive reagent called Bradford's protein reagent that you'll find in most doctors' offices throughout Iceland, where you can actually basically measure how blue a particular sample gets. Now, how do you measure blueness at home? Now, I'm one of the few people I know that actually has a spectrophotometer at home. So instead, the trick is to actually use a smartphone. You can use a smartphone's detector, in this case, the camera, is a detector, and you can basically use a computer screen as a light source. You can actually quantify how blue a particular sample is, and then you can use some really basic algebra and compute the concentration of protein, using some really, really basic materials. Now, we could also use a very similar approach to actually quantify how much of this particular enzyme is present in a particular well. And this actually worked really, really well. The students, again, just measured the percent transmittance using the smartphone's detector, using an inexpensive, in this case, free app on their phone. And they could actually compute
quite accurately the activity of that particular enzyme at home. Now, pushing this forward a little bit, what else can we do? So there are a number of other things that I think, are important for students to do, whether in an upper secondary context or in a tertiary education setting, like things like science experiments involving microbiology and chemistry. So I found that there are actually a number of things that we can do in both of these contexts using some of my university students as guinea pigs. So I teach a course every spring in microbiology. Now, normally microbiology is associated with doing things in the lab under strictly aseptic conditions. But what I often tell my students is, if you look at the history of microbiology, what we find is that a lot of the people that sort of laid the groundwork of microbiology did not have the benefit of having a lot of really sort of pristine conditions. They had to make do with what they had. So interestingly, we can actually make very nice conditions for doing at-home microbiology using some relatively abundant materials. For instance, instead of using media bottles that we get from a scientific supply company, we can use soda bottles. Instead of using inoculating loops, what we can do is we can actually make wire inoculating loops out of an X-Acto knife and some wire that you can find at a vape shop. Instead of Bunsen burners, you can use a can of liquid heat. Works just as well. And to my surprise, I had a number of students, in this case, more than half the class, do their microbiology assignments this past spring and the spring prior to that at home. And interestingly, the students, once properly trained in how to do aseptic technique under normal laboratory conditions, actually found it relatively easy to replicate those conditions at home in their kitchen. You basically, take the lessons of, like controlling the immediate environment, you control for airflow, you sterilize benches, you work near a flame, and all of this you can do in your kitchen. Now, what I'm working on at the moment is actually sort of taking advantage of some other sort of at-home techniques to teach concepts in chemistry, things like titration, colorimetry using the smartphone, such that we can actually start to do things like basic water analysis, like for different elements like nitrate and sulfates in the waters around Iceland. Except students can do this remotely, with some relatively basic materials. So I'm a big believer that hands-on science education is absolutely vital to developing a scientifically literate set of students. And I think by sort of taking these types of approaches, we can not only sort of deal with the immediate concern of the pandemic, but we can also sort of help sort of reach out to some of the less served areas in Iceland, where maybe schools don't have resources because they've only got 3 or 4 students in a particular grade, where we can sort of put together these resources and find some really creative ways of teaching some otherwise out of bounds topics to these students. So that's all I've got for you guys. I will happily answer any questions that you might have. Yeah. Thank you, Mr. Scully. Ég glemdi kannski að kynna hann Scully, hann sem sé aðjunkt við viðskipta- og raunvísindasvið Háskólans á Akureyri. Now, do we have any questions for Mr. Scully? This is very interesting that he has been showing us here to do some laboratory work at home, in the kitchen even. All you need is a cell phone. Exactly. Do you want to put some, do you have any questions or comments for Scully? Anything that you would like to know or ask him to elaborate on for us? Maybe I have just a question for you. How, I mean, you have been trying this out on your students. I mean, how large group is that? Is that a group of like 10 people, or is it? So yeah. So with some of this, yeah, with some of these experiments, it's been relatively small groups of 5 to 15 students. But with some of the microbiology stuff, I've now done with as many as 80 to 100 students. Not all at the same time. Basically, sort of spread out over a couple of days. But yeah.
If there is no hands in the air here, here's a hand. Please come forward and Mr. Scully can see you in this machine there. Machine. Hi, Mr. Scully. Hi. My name is Kristrún. I was just wondering, I didn't quite get if you said that you tried this with primary students or were you just suggesting? I've tried this with secondary school students. I've yet to try this with elementary school students, but it is on the agenda. One of my colleagues at Lunderskole and I actually got a grant to do some of this work with primary school students. But we have yet to actually do it because we were supposed to do it this past spring, but that did not happen for various logistical reasons relating to the pandemic. But we will be getting to this hopefully in the coming months and definitely by next spring. Excellent. Then maybe we can meet up for a coffee in Akureyri and see if we can try this in our school in the cloud with students scattered around the country. That would be amazing. That would be a lot of fun. I would love to see how that would work just logistically and just to see how well these things actually, translate, when distance is no longer an issue. Let's meet up. I'll find you. Thank you. Thank you. Okay, great. Thank you, Mr. Scully. Very interesting. You're welcome. Good luck with your work. Thank you, sir. Over and out. Þá dagskrá dagsins tæmd, það ekki rétt, Sigríður? En þeir megi alls ekki fara út og nú ætla ég bara að standa hérna og þeir fara ekki út. Því að Sigríður ætlar nefnilega að fara yfir okkur praktísk atriði fyrir okkur. Bara fyrst, bestu þakkir Ágúst fyrir snögmannlega fundarstjórn. Þú varst ekkert mjög grimmur en þetta gekk ekki vel. Já, fyrir ef að vill svo einkennilega til að einhver hérna veit ekki hver ég þá heiti ég Sigríður Þorgrímsdóttir og ég búin að starfa á Byggðastofnun í rúmlega 18 ár og verð sennilega rekin eftir þessa ráðstefnu en það allt í lagi að svo stytti eftir einn hvort Það sem næst á dagskrá það að við erum að fara í boði Mýrdalshrepps. Það kemur hérna rúta að sækja okkur. Þetta pínu svona óvissu atriði, það ég held að rúta sé svolítið lítil